ert alltaf á eftir þannig að... Nei, takk. Það er Óli. En ok. Ég? Góðan dag. Í dag er þriðjudagurinn 8. júní árið 2021 og settur er fundur í bæjarstjórn Akraness. Þetta er fundur bæjarstjórnar númer 1335 og hér eru mættir fundar eftir taldir bæjarfulltrúar. Það er Valgarður L. Jónsson sem hér talar, forseti bæjarstjórnar, Einar Brandsson, Elsa Lára Arnardóttir, Rakel Óskarsdóttir, Bára Daðadóttir, Kristinn Halli Sveinsson, Ragnar D. Sæmundsson, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og Ólafur Adolfsson. Einnig sitja fundinn þeir Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og Steinar sér ritun fundargerðar. Ég býð fundarmenn velkomna til fundarins og áður en við göngum til dagskrá þá óskar forseti eftir því að tekin verði inn með afbrigðum fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá fundi númer 200 sem framfór í gær frá 7. júní. Málið er á dagskrá fundarins, það er fundargerð skipulags- og umhverfisráðs, samanber dagskrárlið númer 11 og fundargerðin bætist á þar undir verði samþykkt að taka hana inn. Þannig að ég óska eftir afstöðu bæjarfulltrúa til þess, þeir sem samþykkja að taka þessa fundargerð inn á fundinn, svo við gefum ekki. Það er samþykkt með öllum atriðum. Þá göngum við til dagskrár og fyrsti fundarliður mál númer 21.231 skýrsla bæjarstjóra á árinu 2021 og Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri fer nú yfir helstu atriði í sínu störfum frá 24. febrúar síðastliðinn. Sævar Freyr, til svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Í dag flyt ég skýrslu bæjarstjóra fyrir tímabilið 24. febrúar til 8. júní. Ég vil byrja á að fara yfir það helsta sem hefur verið fréttnæmt út á við hjá okkur er sumarátaksstarf námsmanna sem við kynntum hér fyrir nokkrum vikum síðan að ríkisstjórn Íslands samþykkti sérstakt framlag til sumarátaksverkefna fyrir námsmenn 18 ára og eldri. Markmiðið er að fjölga tímabundnu störfum fyrir þennan markhóp þar sem þau eiga engan eða takmarkaðan rétt til atvinnuleysisbóta. Störfin hafa verið auglýst og nú er búið að ráða hjá Akranesskaupstað 30 störf og eru um 30 umsækjendur enn til viðbótar sem við erum að vinna með ásamt því að nokkur bættust við á biðlista inn í þessari 30 tölu eftir að umsóknarfrestur rann út. En bæjarráð hefur viljað taka myndarlega á móti námsmönnum hér á Akranesi og styðja við þetta átak. Við höfum því miður ekki fengið jafn mikið af stuðningi frá ríkinu og við vonuðumst eftir. Einungis hluti þessara starfa er greiddur af ríkinu og erum við búin að vera að sækja að fá fleiri störf. Og svör eru enn sem komið er ekki komin frá ríkinu við þeirri beiðni en það er þrýst á hana á nokkur daga fresti og okkur er lofað svörum á næstu. Á vefsíðunni Skagalíf hefur Akranesskaupstaður auglýst 15 sumarnámskeið fyrir börn á aldrinum 6 til 18 ára og mismunandi sviðum eins og íþróttum, leiklist, myndlist og útilíf sem er endilega skemmtilegt fyrir fólk að skoða og hvetja alla til þess. Niðurgreiðslur eru að hækka hjá okkur vegna dvalar barna hjá dagforeldrum og hækkuðu þann 1. apríl. Niðurgreiðslan fer úr 55.000 krónur í fulla vistun á mánuði, sem er 8 tímar eða meira í 70.000 krónur. Fyrir foreldra fjölburðarbarna sem kaupa vistun hjá dagforeldrum í 4 til 8 klukkustundir hækkar niðurgreiðslan úr 63.000 í 78.000 á mánuði og fyrir annað fjölburðarbarn hækkar niðurgreiðslan úr 100.000 til 130.000 krónur. Hækkun á niðurgreiðslu til foreldra vegna vistunar barns í skemmri tíma en fulla vistun verður hlutfallsleg með
bara stunda fjölda plássins. 19. maí var undirrituð viljayfirlýsing Akraneskaupstaðar við Hopp leigu á rafskutlum hér í sumar og þetta svona ákveðin tilraun í sumar sem við vonum til þess að muni bara hafa góðan árakstur. Það byrjað með 40 rafskútur sem hafa verið endurnýjaðar og lagfærðar fyrir notkun skagamanna og voru þá notaðar áður á höfuðborgarsvæðinu. Vonum við að þessi þjónusta verði kærkomin viðbót við litríkt og skemmtilegt bæjarlíf á Akranesi. Akraneskaupstaður fékk bláfánan afhentan við Langasand í 9. sinn, þann 20. maí og bláfáninn alþjóðleg umhverfisvottun í boði fyrir baðstrendur, ferðaþjónustubáta, smábátahafnir og svo eru umsækjendur sem hann hljóta hafa staðið strangar kröfur á sviði umhverfismála, öryggisfræðslu og samfélagslegra ábyrgð. Þetta heilmikið ferli sem Akraneskaupstaður þarf að fara í gegnum okkar í ári til þess að viðhalda þessari vottun og vil ég nota þetta tækifæri og þakka Helenu Guttormsdóttur sem að tók að sér vinnu til að halda utan þetta ferli í ár. Þann 2. mars 2021 fékk Akraneskaupstaður staðfestingu á veitingu jafnlaunavottunar hjá Versa-vottun. Jafnlaunakerfið hefur verið innleitt í alla starfsemi Akraneskaupstaðar en það stjórnunarkerfi sem tryggir að málsmeðferð og ákvörðun í launamálum byggir á málefnalegum sjónarmiðum og fela ekki í sér kynbundin mismunun. Hugmyndasamkeppni Langasandinn hefur verið sett í gang en þann 3. mars voru 3 teymi valin til þess að taka þátt í þessari hugmyndasamkeppni skipulag og hönnun Langasandsvæðisins og Akraness. Þau teymi eru Apríl arkitektar sem að norsk tenging þar og Canon arkitektar sem hafa starfað á Íslandi frá 1994 og Landmótun og síðan Sei Studio saman. Næstu skref að fullgera samkeppnislýsingu og hefur dómurinn þegar hafið störf og í henni sitja fyrir hönd Akraneskaupstaðar Ragnar B. Sæmundsson, Ólafur Adolfsson og Halla Marta Árnadóttir. Og verður spennandi að sjá þessa vinnu en hún væntanleg í síðsumars. Breiðin Þróunarfélag hefur verið með afskaplega mikið verkefni fyrir höndum á liðnum mánuðum og heilmikið starf hefur verið unnið þar. Viðræður eru í gangi við Skagan 3X eða batur notkun á fyrstu hæðinni og vonumst við til þess að sjá niðurstöðu í því innan skamms tíma. Áhugasamir aðilar eru að skoða notkun á Hafbjargarhúsinu. Áhugasamir aðilar eru að skoða notkun á mjölgeymslunni. Nýju aðilar eru að bætast við og gera samninga aðgang að samvinnurými sem munu flytja þar inn á næstunni. Í undirbúningi að setja í gang hugmyndasamkeppni fyrir breiðina þar sem að nokkur teymi munu keppa hvernig svæðið getur þróast til lengri tíma með sambærilegum hætti og ég var að nefna hér áðan í Langasandsverkefni. Við fengum 6 milljóna styrk til breiðarinnar frá Lóu nýsköpunarsjóðs landsbyggðarinnar. Við erum afar þakklátt fyrir þann stuðning sem að við höfum fengið frá Lóunni sem að Þórdís Kolbrún ráðherra hefur stuðlað að því að stofna og þá að skila sér hérna með beinum hætti inn í breið Þróunarfélags. Jafnframt fengum við 600.000 ferðastyrk frá Móra til að eiga samstarf við færeyska eða norska aðila ámóta nýsköpunarverkefni. Og erum á ný búin að sækja í matvælasjóð með nokkur verkefni sem verið að vinna þá að verði að veruleika inn á breið. Það verkefni sem heitir Lokin Hamrar, North Seafood Solutions og Algo. En umsóknarfrestur var núna 7. júní og eftir svör að vera væntanleg í haust. Þann 14. maí var samstarfssamningur rekstur FabLab smiðju Vesturlands og Akranesi undirritaður og margir samstarfsaðilar komið á verkefninu. Má dæmi nefna Breið Þróunarfélag Elkam Íslands, FEBAN, FFA, Fjörliðan og bæjarstjórn Akraneskaupstaðar tók þarna ákvörðun að fara í gang með þetta verkefni og það að stuðla því að stofnanir bæjarins að nýta sér þetta til notkunar í
sínu starfi, má þá nefna leikskóla, grunnskóla, fjölliðuna, virk, svo eitthvað sé nefnt. Og svo FabLabið ætlunin að verða miklu meira en einungis fyrir námsmenn. Það móðurstöð við aðrar FabLab-smiðjur á Vesturlandi og viðtækur samstarfsvettvangur ekki bara skóla, heldur líka fyrirtækja. Og FabLab býr til vettvang fyrir nýsköpun og þjálfun fyrir störf framtíðar og líka þjálfun fyrir störf þeirra sem eldri eru. Þannig að við viljum sjá það skemmtileg verkefni, bæði með eldri borgurum, með karlar í skúrum og auðvitað konur sem hafa áhuga allar velkomnar líka inn á staðinn. Það sem við ætlum að kenna þeim hvernig á forrita í tækni þar sem þau geta prentað meðal annars út í plast eða tré og allar góðar hugmyndir fá pláss til að vaxa og dafna. Sýningin á byggðasafninu opnaði, loksins sú grunnsýning sem hefur verið unnið að í mjög langan tíma og gríðarlega mikið starf unnið þar. Hún opnaði byggðasafni í tilefni 60 ára afmæli safnsins og ákveðið var að endurnýja grunnsýninguna sem var stofnað 13. desember árið 1959. Í sýningunni lögð áhersla á að endurspegla þá sérstöðu sem að starfsvæði safnsins býr yfir, en safnið í eigu Akranesskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar. Og efnistökum skipt upp í einstök þemu. Lífið til sjós, lífið í landi, ferðalangar, lífið í vinnu og lífið í leik. Sýningin sett fram í nútímalegri umgjörð með fjölbreyttum hætti og segja má að ljósmyndir, kvikmyndir, hljóð og hljóðleiðsögn gegni aðalhlutverkum auk safngripa sem eru valdir af kostgefnum. Hvað varðar framkvæmdir, þá búið að vera heilmikið í vinnslu hjá okkur. Undanfarnu staðið yfir athugun á húsnæði grundaskóla vegna heilsufarseinkenna hjá nokkrum nemendum og starfsfólki. Verkfræðistofunni Verkís var falið að gera ítarlega úttekt á öllu húsnæðinu og lágu fyrir niðurstöður sem voru kynntar fyrir foreldrum og starfsfólki og meginástæða óþægindanna voru taldar að vera reykagnir frá glerur og vegna ófullnægjandi frágangs rakavarnarlags í lofti og veggjum, en einnig hluti vandans vegna rakaskemmdar. Ítarleg aðgerðaráætlun var virkjuð í samvinnu við stjórnendur og starfsfólk og kynnt foreldrum og markmiðið að þeirri vinnu að taka nemendur og starfsfólk úr þeim rýmum, þar sem talið að loftgæði séu ófullnægjandi. Með miklu innsæi á frumlausum vinnubrögðum tókst starfsfólk í skólans að gera áætlanir til að halda út í skólastarfi og sem voru mjög breytt yfir þetta tímabil og jafnframt undirbúið að því að tryggja það að sem stærsti hluti skólans verði í mannvirkjum skólans núna með haustinu en einhver hluti mun þurfa að vera fyrir utan grundaskóla. En sérstaklega viðamikið verk að endurbæta síðámu skólans, elsta hluta byggingarinnar og bæjarstjórn hér með nokkra valkosti til skoðunar sem ég gerir ráð fyrir að verði rætt hér nánar inn á þessum fundi. Framkvæmdir við hafa haldið áfram eins og Akraneskaupstaðar í samstarfi við Veitur að fara í endurnýjun á gangstéttum við vestanmegin á Laugabrautinni og byrjaðar að brjóta upp gangstéttina og eru síðan Veitur að taka við og skipta lagnir á stéttinni sem og endurnýja heimtögu hús. Og lagnavinnan búin verktaki kaupstaðarins steypa nýja stéttar, en skóflan með verkefnið og verktaki Veitna þróttur og áætlað að framkvæmdir hefjist núna á næstunni og verði lokið seinni hluta júní. Svæðið sem unnið verður við frá göngustíg sem liggur meðfram safnaðarheimilinu Vinaminni og að ljóðamörkum Laugabrautar 23 og Akurgerðis 4. Og Laugabrautin verður þveruð þar vegna lagnatenginga og verður gatan þýtt Botnlandargata frá Skólabraut og hluta framkvæmdatímans. Á meðan unnið við lagnir við að þvera götuna. Í Skógahverfi gatnagerð framundan í Skógahverfi 3A og skrifaður undir verksamning við skófluna sem hefur verið að tryggja sér nokkuð verk hjá okkur undanfarið vegna gatnagerðar fyrir par- og raðhúsalóðir
sem rúma 38 íbúðaeiningar og 8 einbýlishúsa. Lóðir, já, það reynda búið að breyta þessu. Það 11 einbýlishúsa lóðir og 31 par húsalóð og reiknaði með að lóðir verði byggingarhæfar í árslok en gatnaframkvæmdum verði fullu lokið vorið 2022. Í leikskólanum var skrifað undir samning 7. maí, verksamning vegna uppstyrku og utanlandsframkvæmda á nýju leikskólahúsnæði við Asparskóga 25. Sjammi EHF verktaki og mun verklýsa á umsjón með verkinu fyrir hönd Fasteignafélags Akranesskurðstæðar. Og verkefnin til að byggja 1500 fermetra leikskóla úr forskiptum einingum. Hluti af verkinu að koma fyrir lögnum í grunni, gluggar og hurðar skulu settar í, ásamt því að ganga frá þaki og ljúka öllum utanhúsfrágangi á byggingunni sem á að vera lokið 1. mars 2022. Þann 20. apríl var tekin fyrsta skóflustunga að 31 íbúða ásamt bílakjallara sem leigufélag aldraðra byggir á Dalgrund 6. Að 22 tveggjaherbergja íbúðir og 9 þriggjaherbergja íbúðir. Áætlað að íbúðirnar verði tilbúnar til leigu á 3. ársfjórðungi 2022. Samstarf leigufélagsins og Akranesskurðstæðar við undirbúning þessa verkefnis hefur verið mjög gott og stjórnendur bæjarins hafa lagt áherslu á að heimamenn kæmu sem mest að framkvæmdum og leigufélagið hefur kappkostað við að verða við þeim óskum. Og nefna má nokkra aðila á staðnum sem eru þegar búin að fá verkefni eins og Alhönnun, Snók, BM Vall, Rafpro og YL, en þessi fyrirtæki þegar búið að semja við og vonandi bætist bara í þann hóp því sem síðari hluta verkefni koma inn. Þá langar mig að fara yfir svona á hraði helstu framkvæmdir sem í gangi núna eða að detta inn. Hvað varðar fasteignir, þá leikskólinn í Skógarhverfi, jarðframkvæmd lokið, farin af stað vinna við burðarvirki og innri framgang, útboð og lóð og innri framgang gera á stað. Jaðarsbökkum íþróttahúsi, búningsklefar og geymslur. Hönnun í gangi og stefnt að bjóða út fljótlega út jarðvegsframkvæmd. Þarna að tala verkfræði hluta á hönnunni sem enn verið að klára. Í þekjunni verk í gangi og að klárast í haust. Þjónustumiðstöð Dalgrund 4, verkið það bil að klárast og hægt að flytja inn núna mánaðamótin júní-júlí. Fjölliðan, þar hönnunarferli í gangi. Brekkubæjarskóli hefur verið í breytingum til að klára að fjölga kennslustofum. Grundaskóli hönnunarvinnan að fara af stað vegna breytinga á skólanum og þar síalman sem ég myndist á áður, stjórnunarálma og aðgerðir vegna rakaskemmda sömuleiðis búin að vera í fullum gangi. Búningsklefar á Jaðarsbökkum segja sumir loksins klárir, en eftir að klára gufubaðsklefa. Áhorfendastúka á Jaðarsbökkum, þar komin ný sæti en eftir að laga stálvirki sem á framkvæmdaráætlun í haust. Og svo hvað varðar gatnaframkvæmdir og gönguleiðir, þá í Skógarhverfi 4 að mestu lokið, 3 fjölbýlishús sem bætast inn með alltaf 80 íbúðum og það rauninni bara fyrsti áfangi við þeirri gatnagerð. Svo Skógarhverfi 3A, þar sem framkvæmd að fara af stað, 11 einbýlishús og 31 húsaíbúðir sem að koma inn og stefnt á úthlutun núna 14. væntanlega. Það kemur í ljós hvað bæjarráð ákveður í þeim efnum. Og viðkomandi lóðum fljótlega stefnt að byggingarhæfi þeirra næstum áramót. Hvað varðar sementsreit, þá hönnun á götum í gangi og verið að bjóða byggingarrétt á alltaf 100 íbúðum framundan. Við höfum verið að snurfu svo ákveðin atriði sem hefur gengið erfiðlega að klára smáatriði með vegagerðinni en við erum vongóðum að við séum að leysa úr því. Það eru við bjartsýn í öll verkefni. Skoða verður síðan með framhaldssvæðisins varðandi frekari uppbyggingu íbúða og atvinnustarfsemi. Hvað Flóahverfi varðar, þá gatnahönnun að fara af stað á 2 svæðum til að bæta við atvinnulóðum. Í Skógarhverfi 3C og 5 skipulagsferli í gangi, einbýli, rað- og fjölbýlishús. Gatnahönnun fljótlega fara af stað. Í Breið og Höfðasel gatnagerð lokið, þar að segja að götur hafa verið malbikaðar, en til stendur að malbika frekar í Höfðaseli síðar í sumar.
Faxabraut gatnagerð langt komin og tilstendur að yfirleggja faxatótt með malbyggi við steypu út á gönguleiðir og Garðagrund verður haldið áfram með yfirlögn á götu og út á gönguþveranir og halda áfram í verki sem hófst síðasta sumar. Í Skógarhverfi verið að huga að gangstéttum steyptar í Skógarhverfi 2 þessum var orðið klárt, þar að segja að fullbyggðalóði við götu. Jafnframt í undirbúningi gangstétt viðhald á eldri stéttum í Árugötu. Byrjaðar á endurnýjun við Laugabraut í samstarfi við Veitur, Krókatún og Vesturhluta tekin eins og ég fór rækilega yfir hér fyrr. Svo hefur verið að skoða með tengingu inn í Flóahverfi þar sem undirgöng undir Akrafjallsveg verður viðræður í gangi við vegagerðina hvað það varðar. Og í stofnunarlóðum þá eru framkvæmdir að fara af stað við endurnýjun lóða við Brekkubæjarskóla og Grundaskóla og enn fremur verið að fara í lóðaframkvæmdir við Teigasel og Allasel og Akrasel og Þjóðbraut 13 í Þorpi, þar sem verið að auka á öryggi barna sem á leiksvæði þar fyrir utan. Í velferðarþjónustu var unnið með ýmiss konar húsnæðismál, hver meðal annars við húsnæðismála einstaklings með fjölþættan vanda. Stofnstyrkur fékkst frá HMS til uppbyggingar á búsetu kjarna fyrir fatlaða og eru lóðir fyrir það til skoðunar á Allasel og Jörundsholti og mjög ánægjulegt að við séum núna að sjá að fyrsta verkefni af 3 sem að bæjarstjórn vildi leggja áherslu á að yrði keyrt á í húsnæðisáætlun fyrir ári síðan þá komið fjármagn fyrir fyrsta verkefni af 3 sem bæjarstjórn vildi vinna að. Viðburðarhald sjómannadagsins gekk vel og vinnsla á viðburðarhaldi fyrir 17. júní í Írska daga og Norðurlandsmót á fullu. Sjálfsali fyrir Guðlu komin og við stutt í að gjaldtaka hefjist. Við fengum 1 milljón króna styrk frá styrktarsjóði ferðamannastaða sem við getum nýtt til að efla aðgengi að Guðlu. Akranesviti hefur nú farið í aukinn opnunartíma og núna opinn frá 12 til 4 í allt sumar og Akraneskaupstaður er síðan komin á Instagram. Veit allar til að kíkja á Instagram hjá Akraneskaupstað. Og unnið að breytingu á vefsíðunni 300akranes.is í takt við áherslur vistvæna iðngarða og vinna hafin við uppfærslu á vefnum Skagalíf sem að draga fram alla þá skemmtilegu viðburði sem að reglur í gangi hér á Akranesi. Og í skóla og frístundamálum hafa úrlausnir Grundaskóla verið fyrirferðarmikil, vinna við mótun menntastefnu, undirbúningur að því að taka þekjun í gangi í haust. 10. bekkur fékk síðan verkefni sem að kom svona í staðinn fyrir það að þau gátu ekki staðið í hefðbundinni fjáröflum og hreinsaði strandlengjuna frá Leyni að Kalmansvík í fjáröflunarskyni og vinna stýri og hóst vegna vinnu við barnvænt samfélag og hönnun leikskóla, íþróttahúsið, styrking vinnuvikunnar hjá vaktavinnu fólki á leikskólum hefur verið töluverð áskorun í starfinu á leikskólum. Mig langar svo að minnast sérstaklega á nokkra áhugaverða fundi sem bæjarstjóri hefur tekið á þessu tímabili. Ég heimsótti í svona smá vettvangsferð með skipunar- og umhverfisráði til Fastefni EHF þar sem þeir kynntu hvernig uppbygging getur verið á atvinnutengdum verkefnum og hvernig staðið að byggingaráformum. Þar var skoðað meðal annars Bari og Mosó, Tangarbryggja, Héðinshúsið á Granda sem var verið að breyta í hótel, Þórskaffi sem var breytt í 64 smáíbúðir og skútu og það sem að Vodafone húsnæði var breytt í mínigarðinn sem að hefur verið að laða til sín mikið af gestum núna undanfarið. Og ég hef átt nokkuð marga fundi í stafrænu ráði þar sem ég formaður og þar hefur við náð öllum sveitarfélögum borð, ekki öllum, mjög stórum hluta þeirra, þar sem að og erum að undirbúa stafræna ráðstefnu og erum við að vinna forritun og fyrstu lausnum, þar sem er við að einfalda ferla í fjárhagsaðstoðarlausnum fyrir sveitarfélög og létta þá vonandi á álagi á starfsfólk sem að sinna þeim málum.
og við erum að vinna í þróunarverkefni með HMS og voru margir fundir teknir með þeim sem snertir rafræna húsnæðisáætlun og hún á að opna í upphafi nýs árs í janúar og verður fyrirmynd fyrir sveitarfélög. Fundarinn var með stjórn FEPAN í tvígang á tímabilinu þar sem að fara yfir hvernig rekstur þjónustumiðstöðvar aldraðra verður sem hefur verið unnið af og síðan hefur verið unnið nánar að því með sameiginlegu vinnuhópi með FEPAN. Unnið var með Akraborg að því að leysa á framtíðar húsnæðisþörf fyrirtækisins en fundað hefur verið með þeim ansi oft núna undanfarnar vikur, fundum einu sinni í viku og svo aðeins núna undanfarið á 2 vikna fresti og miðar verkefninu mjög vel áfram. Nokkrir fundir voru með Skaganum 3X á tímabilinu þar sem unnið var í ýmsum verkefnum, til dæmis þróunarverkefni með Álfslásanum, skoða mögulega leiðir í ýmsum styrkjamálum og samstarfsverkefni sem að snerta breið sem eru í góðum gangi. Margir fundir voru teknir á tímabilinu vegna undirbúnings á vistvænum iðngörðum. Þeir fundir voru haldnir með Norðurþingi, sem Húsavík í daglegu tali að því að við erum að syngja hérna öll með laginu út af Eurovision og sem verið að vinna, en þeir eru að vinna einmitt að stofnun slíks garðs og hafa verið að vinna með Íslandsstofu, Landsvirkjun, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu að því að búa til ramma fyrir vistvæna iðngarða og erum við að svona tengja okkur aðeins og ská inn í þá vinnu og nýta okkur það til svona þess að við náum hraðar áfram með okkar áherslur vistvæna iðngarða. Þeir fundir voru teknir með Landsvirkjun, fundir og símtöl voru nokkur með Veitum og áttu sömuleiðis samtal við forstjóra Orkuveitunnar samstarf á þessu sviði og heilmikil vinna fór í útfærslu á samstarfssamningi með Merkjaklubb sem að mun vinna með Akranesskaupstað að bjóða fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu nýjan veðurstað. Ánægjulegt að það komin töluverður áhugi á lóðum á þessu svæði og kaupstaðurinn hefur verið að vinna að módeli meðal annars í því að gera fyrirtækjum sem hér eru á Akranesi að mögulegt að eiga svona auðveldara með að flytja sig til á Akranesi. En auðvitað megin fókusinn að búa til það græna iðngarða sem að laða til okkar fyrirtæki sem geta staðist kröfur nútímans í umhverfismálum þegar kemur að því að ná árangri á alþjóðavísu og sömuleiðis bara ná til fyrirtækja sem að vilja hafa hreint og fallegt í kringu sig og það verður umhverfið sem við stuðlum að tryggja það að við séum að leysa vandamál sem að þau annars þurfa oft að leggja mikinn kostnað í. Í gagnaverum líka áframhaldi vinna. Ég átti fundi með 2 aðskildum aðilum sem voru höfðu áhuga á því, meðal annars uppbyggingu gagnavera við Akranes og eru það innlendir aðilar sem eru með tengingar við erlenda sem að vonandi skila sér því en þarna mikilvægast að næsta skref fyrir okkur að fá hreint hvort sveitarfélagamörk á landi Akranesskaupstaðar færist þannig að við getum kallað þetta svæði sem við getum deiliskipulagt sjálf. Hvað íþróttafélögin varðar, það var töluvert að fundum með þeim. Fyrst má nefna aðalfundi á vegum íþróttafélagana sem voru nokkrir og náði ég bæjarstjórinn að mæta á aðalfundi Sundfélagsins, Knattspyrnufélagsins og Íþróttabandalagsins og misti því miður af 2 fundum sem að mér var sérstaklega boðaður frá golfinu og körfuboltanum en fundir voru teknir með ýmsum íþróttafélögum á tímabilinu sem að eru rauninni bara vinnufundir sem snerta sérstök málefni hjá íþróttafélögunum og þá má nefna Hestamannafélagið, Glerufélagið, Golfklúbbinn, Knattspyrnufélagið og í gangi útfærslur og erindum þessar aðila og erum við að undirbúa það meðal embættismanna og eftir umfjöllun í bæjarráði. Margir fundir voru teknir vegna rannsóknarniðurstöðu Verkís á húsnæði bæjarskrifstofunnar, þar sem upp komin mygla í húsnæði bæjarskrifstofunnar og í góðu samstarfi við eigendur hússins undir stjórn Verkís að því hvernig á að fara í viðgerð á húsinu og liggur fyrir að starfsfólk mun þurfa að flytja úr húsnæðinu á meðan að þessi framkvæmd mun fara fram. Aðgerðaplan og kostnaðaráætlun mun klárast á næstu vikum
Þá mun þetta koma inn í ráð bæjarins til umfjöllunar og ákvörðunartöku, en það hefur verið mikil samstaða í öllum eigendahóp að ganga vel og klára í þetta verkefni og gera þetta almennilega í þetta skipti. Ég átti nokkuð marga fundi á tímabilinu vegna málefna nokkurra skjólstæðinga velferðarþjónustu sem ég ætla ekki að fara nánar í hér. Við unnum á tímabilinu að samræmingu verkefnaskrár hjá verkefnastofu og hafa nú öll umfangsmeiri verkefni verið sett í slíka skrá og ábyrgðarmenn tryggðu í öllum tilfellum. Margir fundir starfsmanna voru í útfærslu á þessu tóli sem mun auðvelda starfsemina og stuðla að því að verkefni hafi markvissari framgang. Og unnið með einum nemenda í MPM-námi sem vann lokaverkefni sitt og með gagnlegar ábendingar nýtingu verkefnastjórnunar hjá Akraneskaupstað, til dæmis í skipulags- og umhverfismálum. Fundað hefur verið með þessum aðili tvígang samhliða hans rannsóknarverkefni. Og í slökkviliðsmálum var heilmikið unnið, var bæjarstjóri á 5 vinnufundum með Hvalfjarðarsveit ásamt bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni þar sem að í undirbúningi yfirferð brunavarnaráætlana og aðlögun hennar að nýju formi frá HMS og þá uppfærslu að draga á brunavarnaráætlun sem var til áður. Jafnframt hefur verið sent á rekstraraðila á atvinnusvæðinu á Grundartanga þar sem óskað eftir samstarfi þennan málaflokk og brunaeftirlit að fara í gang þar sem eru mikilvægur efniviður í uppfærslu brunavarnaráætlunar. Jafnframt búið að klára með samþykki bæjarráðs viðauka við rekstrarsamning með Hvalfjarðarsveit þar sem við erum að fara í fjárfestingu á nýjum körfubíl. Almennt góði andi í þessari vinnu með Hvalfjarðarsveit og slökkviliðsstjóra og unnið markvisst áfram í þessu en núna erum við að bíða eftir því að lykilverkþættir klárist sem varðar Grundartangasvæðið. Jafnframt einnig í gangi vinna með Hvalfjarðarsveit og Borgarbyggð mögulegan samrekstur eða sameiningu slökkviliða, skýrsla af þessari sameiginlegu vinnu og núna 8 vinnufundum væntanleg yfir sumarið og kemur þá til skoðunar hjá kjörnum fulltrúum í bæjarfélögunum 3 og verður þá tekið ákvörðun hvort það sé áhugi á að taka verkefnið áfram og á eitthvað meiri alvarleika stig af því að þetta búið að vera fyrst og fremst þreifingarvinna og greiningarvinna fram að þessu. Bæjarstjóri tók á móti ýmsum aðilum og kynnti starfsemi bæjarins á tímabilinu og var svona áherslan mjög mikið í uppbyggingu sem ansi mikil í bænum og hvaða áherslur við erum með í atvinnumálum. Og ég nefna þá sem ég hitti til dæmis að ég fór á bæjarmálafund Sjálfstæðisflokksins, hitti stjórn Samtaka iðnaðarins, fór á fund Lægjáns, fór í vettvangsferð með starfsmönnum SSVF hér bæinn og kynnti hvað var í framöndan. Söngkeppni Samfés fór fram á Akranesi 9. maí í bíóhöllinni á Akranesi og var í beinni sjónvarpsútsendingu á RÚV. Fékk ég þann heiður að afhenda verðlaun til efstu 3 hlutskörpustu söngvarana. Þetta var að sjálfsögðu mjög skemmtilegt að sjá þetta hæfileikaríku þetta unga fólk syngja sín lög. Unnið var útfærslu markaðsherferðar fyrir Akranes sem var kynnt í bæjarráði og markmiðið að kynna á næstunni fyrir verktökum sem þá ætlum að draga fram það skemmtilega sem að bærinn hefur fram að færa og vekja athygli á honum til framtíðar. Greiningarfundi var tekið með KPMG og heldur vinna nú áfram af fullum krafti en Akraneskaupstaður var að fá í hendurnar greiningartól sem bæjarráð fær til sín til skoðunar á fund á fimmtudag. Og hvað ýmsa uppbyggingu varðar þá átti ég fundi með áhugasömum aðila uppbyggingu hótels, líkamsræktar og laugarkonsept við Jaðarsbakka en áður en hægt að taka þær hugmyndir til skoðunar þarf að klára hugmyndasamkeppni á Langasandsvæðinu sem nú stendur yfir. Og ég hitti sömuleiðis annan aðila sem að skoða mögulega staðsetningu á svæði fyrir erlent líftæknifyrirtæki og hafði sá aðili mikinn áhuga að skoða breiðina nánar í tengslu við annað verkefni fyrir uppbyggingu lóns og vill sá aðili meina að hér muni á næstu árum rísa að minnsta kosti
7 lón í sömu stærðargráðu og Skælagún og Blue Lagoon eru hér á landi. Og það er ágætt að enda á svona bjartsýnum tónum. Takk fyrir mig. Bæjarstjóri hefur þá lokið yfirferð yfir sína skýrslu og herra þakkir fyrir það, sagði Freyr. Og orðið laust skýrslu bæjarstjóra. Það vilja á sig frekar. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, og svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem hlýða. Við erum bara að koma hér upp og taka bæjarstjóra Sævari Frey Þráinssyni fyrir greinargóða yfirferð yfir stöðu verkefna á undanförnum vikum og mánuðum. Við vitum það auðvitað bara hér í bæjarstjórn og heyrum það líka á máli hans að það er í mörg horn að líta og þakka fyrir það. Ég verð að segja að það er einstaklega ánægilegt að sjá verkefnið á breiðinni fara af stað og ég ætla að leyfa mér að segja það hér að ég átti fund þar daginn í hinu starfinu mínu sem aðstoðarskólastjóri í stofnun hér á Akranesi þá möguleika í rauninni sem að skólastofnanir hafa fyrir nemendahópa til að kenna þeim og uppfylla ákveðin hæfniviðmið sem erfitt jafnvel fyrir okkur í skólasamfélaginu að ná nema með þeirri tækni og þeim aðbúnaði sem að þarna er. Þannig að þetta opnar það nýjar víddir og nýja möguleika í kennslu og nálgun og afar spennandi og mikilvægt inn í okkar góða samfélag. Og þegar maður talar nemendahópa og skólasamfélag þá er það örugglega sama sem ekki hvað varðar atvinnulíf og fjölgun tækifæra og þróunar. Þannig að mér langaði bara að koma því að. Ég vil líka að segja hvað er ánægjulegt að sjá að svona framkvæmdir þó að sé ekki fara að koma að gerast neitt upp úr jörðinni að þá er allavega komin jarðvegsvinnan hvað var það nýja leikskóla þannig að við sjáum að verkefnið fara á stað. Gríðarlega mikilvægt og það verður einstaklega skemmtileg hönnun sem maður hefur séð svona framúrstefnulegt, svona öðruvísi kannski heldur en við höfum kannski áður litið á og verður gaman að sjá þessa flottu metnaðarfullu framkvæmdir rísa. Ég vil líka segja það að mér finnst þetta rosalega vel heppnuð framkvæmdir hvað varðar búningsklefana á Jaðarsbökkum. Maður heyrði vissulega orðið óþolinmóðis raddir það hvenær klefarnir yrðu tilbúnir en ég hef heyrt það líka bara að þeim sem heimsækja laugina reglulega að fólk hrifið af því hversu vel hefur tekist til við þessa framkvæmd, hvernig við gátum notað og endurskipulagt rýmið sem aftur til staðar upp á nýtt og ég vil bara segja fyrir mitt leyti að ég heimsæki nú sundlaugina reglulega að þá er ég líka stór hrifin af þessari framkvæmd og maður ætlaði varla að þekkja sig inn í gömlu klefunum sem eru búin heldur betur flotta yfirhalningu. Ég vil líka segja að það var virkilega gaman að koma inn í þjónustumiðstöðina hér á Dalbraut og minnst maður hafa tekist mjög vel til og flott og bjart rými sem gefur alls konar tækifæri upp á fjölbreytt starf og þetta er góð viðbót við okkar annars ágæta safn húsnæðis á Skaganum. Bæjarstjórn fór líka yfir þá fundi sem við hafa hjá íþróttafélögunum okkar og við sátum mörg hver fund Íþróttabandalagsins á dögunum og sem var langur fundur en þar fór margt fram og við munum bara halda áfram
tali þann fund og hvernig við höldum áfram okkar samskiptum og samstarfi við bæjarfulltrúar við íþróttahreyfinguna og það fyrirhugað að þau mæti inn í bæjarráð á næstkomandi fimmtudag og þar eigum við bara samtalið áfram hvernig við höldum áfram. Ég held að bæjarstjóri fór yfir ótal mörg spennandi verkefni og endaði ræðu sína á bjartsýni sem er vel við hæfi núna, sumarið komið og gaman að því. Þannig að og ég vona bara að það flotta verkefni verða veruleika og að það bara verður bjartsýn líka. Takk fyrir. Fulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og orðið aftur laust skýrslu bæjarstjóra. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls og telst þar með skýrsla bæjarstjóra á 24. febrúar til 8. júní framlögð. Við förum í annan fundarlið, þannig málsnúmer 2106-025, kosning í ráð og nefndir árinu 2021. Hér að ræða kosningar og tilnefningar í ráð samkvæmt samþykktum stjórn- og fundarskjöf Akraneskautsstaðar nr. 696 frá árinu 2013. Samkvæmt samþykktinni skal kjósa til eins árs 3 aðalmenn og 3 til vara í bæjarráð, skóla- og frístundaráð, velferðar- og mannréttindaráð og skipulags- og umhverfisráð. Og sama gildir forseta bæjarstjórnar. Og við förum þá í fyrsta lagi í kosningu forseta bæjarstjórnar til eins árs samkvæmt sveitarstjórnarlögum og samþykktum stjórn- og fundarskjöf Akraneskautsstaðar. Fram er komin tillaga að Valgerður Edda Jónsson verði áfram forseti bæjarstjórnar. Eru aðrar tillögur? Svo ekki, þessi samþykkja þá tillögu þá getur gefa merki. Það 9 hendur á lofti. Kosning fyrsta varaforseta bæjarstjórnar til eins árs samkvæmt sveitarstjórnarlögum og samþykktum stjórn- og fundarskjöf Akraneskautsstaðar. Og fram er komin tillaga að Einar Brandsson verði áfram fyrsti varaforseti bæjarstjórnar. Eru aðrar tillögur? Svo ekki, þessi samþykkja það gjör svo gefa merki og það samþykkt 9-0. Kosning annars varaforseta bæjarstjórnar til eins árs samkvæmt sveitarstjórnarlögum og samþykktum stjórn- og fundarskjöf Akraneskautsstaðar og tillaga liggur fyrir að Elsa Lára Arnardóttir verði áfram annar varaforseti bæjarstjórnar. Eru aðrar tillögur? Svo ekki, þessi samþykkja það gjör svo gefa merki. Það eru samþykkt 9-0. Þá förum við í öðru lagi í bæjarráð og þar fer fram kosning 3 bæjarfulltrúa sem aðalmanna og 3 varamanna til eins árs samkvæmt sveitarstjórnarlögum og samþykktum stjórn- og fundarskjöf Akraneskautsstaðar. Og fram er lögð tillaga að aðalmenn verði Elsa Lára Arnardóttir sem þá formaður ráðsins, Valgerður Lyngdal Jónsson sem þá varaformaður og Rakel Óskarsdóttir. Eru aðrar tillögur? Svo ekki, þessi samþykkja þessi skipan bæjarráðs gjör svo gefa merki. Það 9 hendur á loft. Varamenn í bæjarráð lögðu fram tillaga að varamenn verði Ragnar B. Sæmundsson, Kristinn Hallur Sveinsson og Ólafur Adolfsson. Eru aðrar tillögur? Svo ekki, þessi samþykkja þetta gjör svo gefa merki. Það 9 hendur á loft. Í þriðja lagi þá kosning í skóla- og frístundaráð og lögðu fram tillaga að aðalmenn verði Bára Daðadóttir sem verði formaður ráðsins, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir sem verði varaformaður og Ragnar B. Sæmundsson. Eru aðrar tillögur? Svo ekki, þessi samþykkja þessa skipan gjör svo gefa merki. Það samþykkt 9-0. Og varamenn í skóla- og frístundaráði lögðu fram tillaga að varamenn verði Margrét Helga Ísaksen, Þórður Guðjónsson og Líf Ósi Skarstad. Og eru aðrar tillögur varamenn í skóla- og frístundaráð? Svo ekki, þessi samþykkja þessa skipan gjör svo gefa merki. Það samþykkt 9-0. Í fjórða lagi velferðar- og mannréttindaráð og lögðu fram tillaga að
Aðalmenn verði Kristinn Hallur Sveinsson sem verður þá formaður ráðsins, Einar Brandsson varaformaður og Anna Þóra Þorgilsdóttir. Eru aðrar tillögur? Svo ekki, þessi samþykkja þessa skipan gjörsamlega það er samþykkt 9-0 og varamenn í velferðar- og mannréttindaráð lögðu fram tillögu að varamenn verði Ívar Orri Kristjánsson, Rúna Björg Sigurðardóttir og Alma Dögg Sigurvinsdóttir. Eru aðrar tillögur? Svo ekki, þessi samþykkja þessa skipan gjörsamlega það er samþykkt 9-0 og þá í fyrsta lagi skipulags- og umhverfisráð lögðu fram tillögu að aðalmenn ráðsins verði Ragnar B. Sæmundsson sem verði formaður, Ólafur Adolfsson sem verði varaformaður og Guðríður Sigurjónsdóttir. Og eru aðrar tillögur? Svo ekki, þessi samþykkja þessa skipan gjörsamlega samþykkt 9-0 og varamenn í skipulags- og umhverfisráð lögðu fram tillögu að varamenn verði Karítas Jónsdóttir, Einar Brandsson og Guðjón Viðar Guðjónsson. Og eru aðrar tillögur? Svo ekki, þessi samþykkja þessa skipan gjörsamlega samþykkt 9-0. Og þá förum við í þriðja fundarlið. Já. Gefur orðið kannski laust undir þessum fundi, leiðum? Já, undir kosningu. Já. Það kannski ekki höfðinu? Já. Jú, það er sjálfsagt að gefa orðið laust undir öðrum fundarlið. Og það er fulltrúi Rakel Óskarsdóttir þar orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, forseti. Það er kannski átt að biðja orðið aðeins fyrr þar sem forseti náttúrulega rauk í kosningarnar, en það er stórugla. Og skal ég til góða fólki til hamingju með áframhaldandi störf fyrir sveitarfélagið okkar. Mig langaði líka bara að velta eins upp. Nú erum við að kjósa forseta til 1 árs og forseti okkar í bæjarstjórn hefur ákveðið að gefa kost að sér til alþingiskosninga og ég er búin að standa hér og hvetjandi dáða í því. Þannig að ég bara langaði aðeins að velta upp. Það þarf enginn sem að koma hér upp og að svara mér að neitt slíkt. Þannig að bara hvernig menn sjá fyrir sér stöðuna í rauninni eftir sumarfrí. Hvort að séu þá kosningar aftur þá ef forseti okkar fer á þing, hvernig þetta verður þá með framhaldi. Svona ágætt að vita það kannski þegar að þetta er síðasti fundur okkar í sumar og við förum og hittumst ekki hér fyrir í ágúst. Þannig að ég vildi bara kasta þessu út í kosmosin eins og sagt er. Þannig að takk fyrir þetta. Það er fulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og mér er ljúft og skylt að svara að það er auðvitað ekkert öruggt þegar talið hefur verið upp úr Kjörkursson. Kosningar eru 25. september og þá fyrst kemur ljós hvert framhaldið verður. Þannig að það er auðvitað hugsum við hvaða skref við tökum ef að hinn og þessi staða kemur upp. En það segir maður, ég vil ekki jinxa neitt. Gott svar. Þannig að það er ekki hægt að segja neitt til eitt eða neitt fyrir að talið hefur verið upp úr Kjörkursson. Hins vegar finnst mér alveg líklegt að forsetið að taka sér frí frá einhverjum bæjarstjórnarfundum í kosningabaráttunni. Þá erum við með fyrsta og annan varaforseta til þess að stýra fundum meðan á Íslandi. Þá förum við í þriðja fundarlið ef ekki vilja fleiri tjá sig þessi mál. Svo er ekki. Þá förum við í þriðja fundarlið. Málsnúmer 29.164. Betri vinnutími, stytting vinnuvikunnar hjá Akranessflugvelli.
Bæjarráð samþykkti á fundi sínu að 20. maí síðastliðinn að framlengja starfstíma stýrihópsins styttingu vinnuvikunar hjá Akraneskustad út árið 2021. Og í fundargögnum uppfært erindisbréf sem óskast á staðfest hér í bæjarstjórn. Og orðið laust þetta mál. Það enginn sem óskar eftir að ræða þetta og þá bið ég þá bæjarfulltrúa sem samþykkja uppfært erindisbréf stýrihópsins styttingu vinnuvikunar sem felur meðal annars í sér framlengingu á starfstíma hópsins til 31. desember næstkomandi að gjörsamlega gera með. Það samþykkt 9-0. Við förum í 4. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 2104-152. Aðalfundur og auka aðalfundur 2021 hjá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands. Lögðu fram fundargerð auka aðalfundar Heilbrigðiseftirlits Vesturlands frá 20. maí síðastliðnum og samþykktum Heilbrigðiseftirlit Vesturlands vegna Kjósarhrepps. Bæjarráð samþykkti breytta heilbrigðissamþykkt Heilbrigðiseftirlit Vesturlands sem afgreidd var með jákvæðum hætti á auka aðalfundi eiganda þann 20. maí síðastliðinn. Breytt samþykkt felur í sér að Kjósarhreppur verður hluti af starfssvæði Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Bæjarráð vísaði málinu til bæjarstjórnar hér til endanlegra samþykktar. Orðið laust þetta mál. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson bara hér svo ekki. Þetta forseti og þetta bæjarfulltrúar. Ég vil nú bara koma hér til þess að lýsa yfir ánægju minni með þessar niðurstöðu. Það er þannig í mínum huga að heilbrigðiseftirlitið í því formi sem það var hér áður en að gerðar voru þær breytingar sem hér eru boðaðar á því var vanbúið til að takast á við þau verkefni sem að við heilbrigðiseftirlitinu blöstu. Þetta er sennilega einhvert erfiðasta heilbrigðiseftirlitssvæði á landinu. Það nær frá Gilsfjarðarbotni í norðri, yfir Snæfellsnes og áður að Hvalfjarðarbotni og væntanlega núna þá í Mosfellsbæ. Og við störf voru einungis 2 heilbrigðisfulltrúar, framkvæmdastjóri og 1 heilbrigðisfulltrúi. Og það felur í sér í raun að eftirlitið var vanbúið að sinna því hlutverki sem það hafði og mikið álag á starfsmönnum. Svo yfir náttúrulega væntanlega þá var ég formaður heilbrigðisnefndar framan af á þessu kjörtímabili og það má segja að kannski sú mynd sem blasir hérna við í raun það sem við teiknum upp á því tímabili sem ég var formaður. Það er þannig að heilbrigðiseftirlitið getur tæplega sinnt sínu hlutverki nema það séu við störf að minnstakosti 3 starfsmenn og jafnvel má færa rök við því að það sé hægt að leggja til að það verði frekari ráðningar að ræða. Þetta skref stigið núna. Það kemur fram í samþykktum eftirlitsins að eftirlitsgjöld skuli standa undir starfsemi til þess að það sé hægt að innheimta eftirlitsgjöld. Þá þarf að fara í eftirlitsverð og sinna eftirliti. Og hluti af því þá síðan skýrslugerð og vinna á skrifstofu. Og mörg af þessum málum geta verið snúin og erfið, þannig að þau taki langan tíma í vinnslu. COVID var ekkert sérstaklega vingjarnlegt við heilbrigðiseftirlitið. Það var lítið farið í eftirlitsferði á tímum COVID, en hefur síðan verið bætt úr. Og ég tel að það hafi heppnast vel með ráðningu á framkvæmdastjóra. Við fengum til starfa framkvæmdastjóra sem hafði starfað einmitt í Kjósinni og þekkir mjög vel til málefna heilbrigðiseftirlitsins og jafnframt verið í stjórnsýslumálum.
Það má líka nefna það kannski hér að ef að eftirlitsgjöldin duga ekki, þá er þannig að rekstur heilbrigðiseftirlitsins færist þá yfir á sveitarfélögin sem ekki standa í samræmi við íbúðir. Þannig að það kemur ansi tungt framlag frá okkur hérna á Akranesi til heilbrigðiseftirlitsins. Því er það okkar hagsmunir að eftirlitsgjöldin dugi fyrir rekstri heilbrigðiseftirlitsins. Þannig að, eins og ég nefndi á, ég fagna því þessi áfangi sé komin og ég hef væntingar að heilbrigðiseftirlitið verði enn betur í stakk búið á komandi tímum til þess að takast á við þau verkefni sem blasa við. Fulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls í 4. fundarlið? Það er enginn sem biður orðið og þá biður þá sem samþykkja breyta heilbrigðissamþykkt heilbrigðiseftirlit Vesturlands sem að felur meðal annars í sér að kjósa þetta verði hluti af starfssvæði heilbrigðiseftirlit Vesturlands sem gjör svo mikið á mér. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í 5. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 18 111-12 umhverfisstefna Akraneskaupstaðar. Skipulags- og umhverfisráð lagði til á fundi sínum þann 3. maí síðastliðinn að fyrirliggjandi umhverfisstefna Akraneskaupstaðar verði samþykkt í bæjarstjórn Akraness. Bæjarráð samþykkti umhverfisstefnu Akraneskaupstaðar á fundi sínum þann 27. maí síðastliðinn og aðgerðaáætlun vegna tímabilsins 2021 til og með 2025 og vísar málinu til bæjarstjórnar til endanlegrar afgreiðslu. Og orðið er laust umhverfisstefnu Akraness. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson fær orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur líða. Eins og kom fram hjá forseta að þá tökum við hér til afgreiðslu umhverfisstefnu Akraneskaupstaðar. Upphaf þessara vinnu má rekja allt til 13. nóvember 2018 en þá sameinuðust við bæjarfulltrúar sem sátu við þetta borð að þessi vinna yrði sett í gang. Og núna 2,5 ári seinna þá tökum við hér til afgreiðslu þessa stefnu og væntanlega þá aðgerðaáætlunina líka. Í lok síðasta árs þá voru drögin send út og bæði ráð og ef maður rétt þá voru þau kynnt á heimasíðunni og allir gátu komið með sínar ábendingar. Ég sjálfur, ég sendi inn skriflegar ábendingar en í fundargögnunum sem að fylgja þessu máli get ég ekki séð að þær fylgi málinu og var ég svona hálfsvektur með það en líka í sjálfu sér líka svektur svolítið með það að þær tillögur sem ég kom með og athugasemdir að þær hafa ekki ratað inn í þessi endanlegu drög. Í endimálinu eru töluvert af athugasemdum frá íbúum og félögum eitthvað og ráðum og annað, en ég get nú ekki sagt í sjálfu sér hversu mikið af því ratað inn. En ég ætla nú að nota tækifærið
hér til þess að reipa á nokkrum af þeim athugasemdum sem að ég hef í rauninni við þessa stefnu og þá í rauninni að útskýra eða koma með á ástæðu fyrir því að ég get ekki greitt atkvæði með stefnunni. Nú í stuttu máli má segja að þetta er flott skjal, lítur vel út, en svona þegar maður lesir þetta í gegn, að þá er rosalega mikið það að það er að gera aðra stefnur, þá að gera áætlanir, þá að gera möt og þá að gera úttektir. Það sem að þó kemur fram í stefnunni og er svo sem það er ekki að segja þetta sé allslægt. Það eru hlutir í stefnunni sem að er í rauninni eðlilegt að sé í umhverfisstefnu, en það eru hlutir inn í henni sem að ég gerði athugasemdir við og mér finnst í rauninni muni verða þá hamlandi fyrir þá þróun sem ég tel eðlilega í bæjarfélagi sem við búum í. Það sem bara pirrar mig kannski mest er orð sem að kemur fram í markmiðum. Þetta sé á blaðsíðu 4. Það er orðið forgrunni. Markmið, með leyfi forseta stendur, markmið Akraneskaupstaðar er að umhverfis- og loftslagsmál verði í forgrunni í almennri stefnumótun sveitarfélagsins. Eins og ég skil þetta, að þá ætlum við að setja að markmið sem í rauninni ég mun telja að verði erfitt að standa við í mörgum framkvæmdum og þróun og hafi í rauninni hamlandi þá áhrif á þær framkvæmdir sem við þurfum að fara í framtíðinni. Orðið í forgrunni í rauninni skil ég þá þannig að umhverfis- og loftslagsmál séu það fyrsta sem við tökum tillit til og stjórnar það þá ákvörðunartökunni. Þannig að ef ýtrustu kröfur eða mat í umhverfis- og loftslagsmálum er ekki uppfyllt, ekki hægt að uppfylla, má segja að fyrirhuguð áætlun eða framkvæmd sé þar með ýtt út af borðinu. Og þetta er eins og ég sagði mjög hamlandi ákvæði og hefði ekki þurft að standa í drögunum. Og þar af leiðandi á ég mjög erfitt með að samþykkja þetta. Einnig er í stefnunni eins og hún er sett upp hér, sem sagt að beina afleiðing af mörgu sem í henni mun valda umtalsverðum kostnaði. Og í rauninni er ekki, kostnaður er í rauninni ekki metinn. Og það má segja með því að samþykkja stefnuna eins og hún er, þá erum við að samþykkja aukin útgjöld fyrir næstu ár. Til dæmis er hér á glæru sem að ég til að sé blaðsíðu 14 að þar er með leyfi forseta í áætlanagerð sveitarfélagsins
á öllum sviðum, þar með talið fjárhagsáætlun, verði fjallað sérstaklega loftslagsáhrif einstakra verkefna, þar með talið áhrif á kolefnisspor sveitarfélagsins. Sem sagt, á öllum sviðum, allt sem við gerum, þurfum við að meta þá og leggja í þá vinnu sem í orðunum felst. Og mér finnst þetta á öllum sviðum vera í rauninni íþyngjandi og muni valda óþarfa kostnaði sem við þurfum ekki á að halda. Á blaðsíðu 15 þá kemur með leyfi forseta, sveitarfélagið setji sér loftslagsstefnu og svo áfram þar. Ég hefði haldið að loftslagsstefna sé í rauninni hluti af umhverfisstefnunni. Þannig að í umhverfisstefnunni ætti þá að vera innifalið þessi loftslagsstefna, ekki það að það sé einhver sérstefna. En þetta kemur þarna fram og meira segja ætlum við að klára þessa stefnu fyrir lok ársins. Í stefnunni komið inn á grænt bókhald. Ég hef séð grænt bókhald hjá nokkrum fyrirtækjum og þetta miklu doðrandar og ég held bara að þetta sé kostnaður sem að við í rauninni höfum ekki efni á og ég held bara ég geti nánast fullyrt að 80–100% af íbúum bæjarins sem það skiptir þá engu máli hvort við séum með grænt bókhald eða ekki. Eitt vakti svolítið athygli mína. Það endurheimt votlendis og ég fór að hugsa hvaða votlendi það sem við ætlum að endurheimta. Ég náttúrulega ekki alveg nákvæmlega með það hvaða lönd við eigum hér fyrir ofan sem eru kannski með einhverjum skurðum sem væri hægt að fylla í eða ætlum við að endurheimta það sem var kallað þegar ég var ungur drengur. Það var farið upp í mýri. Ætlum við að endurheimta það votlendi. Ætlum við þá að bera forsetann út úr húsinu og rífa það ásamt fleiri húsum. Svo þetta setning endurheimt raskaðra vistkerfa. Og hvaða vistkerfi ætlum við að endurheimta? Það þá kannski endurinn að við flytjum öll í burtu til Noregs og Írlands? Við verðum að fyrirgefa að ég held til að maðurinn sé hluti af vistkerfinu, en svo virðist oft vera í svona, ég veit ekki hvað orð ég á að við það sé alltaf, mér finnst að við séum ekki hluti af vistkerfinu þegar fólk ræða til dæmis náttúruvernd og ykkur þetta. Ég var með fleiri athugasemdir en ég ætla nú að láta staðan í því þeir sem ekki hafa séð þær geta fengið
Ég get alveg sent það á þá, það óska. En það er hægt að gera svona hluti og mikið einfaldari og þannig var Garði gert að við mótum í rauninni samfélag okkar mannanna í góðri sátt við umhverfið á þess að við séum að meitla í stein eitthvað sem að ég hef allavega skoðun á að minna ekki ganga upp. Sumt líka sem inn í þessari stefnu heyrir í rauninni beint undir íslensk lög og er í rauninni alveg óþarfi að setja inn í svona stefnur. En þetta er virkilega flott skjal. Ég ætla ekki að draga neitt niður með það og ég ætla ekki að gera lítið úr þeirri vinnu sem hefur farið fram í þessu. Og áformin voru góð hjá okkur og þess vegna fórum við í þessa vegferð. En þetta er svona, þetta er of mikið. Það er ágætt að hafa stefnur en við megum ekki gera þannig úr Garði að þetta sé eitthvað sem að við sem sagt færum í fína búning og svo fer þetta ágætlega í hillum. En það er ekki það sem þetta á að vera. Þetta á að vera einfalt, þetta á að vera gagn sem er einfalt að lesa, á ekki að þurfa að leggja miklar vinnu í reglulega til þess að yfirfara þetta. Eins og yfirleitt í flestum stefnum ákveðum að þau skulu yfirfara. Þetta kostar allt og mikið. Ég held við séum öll svona þokkalega meðvituð það hvað aðalatriði, bæði hvað varðar í rauninni umhverfismál og aðra hluti sem við þurfum að taka ákvörðun. Við þurfum ekki neitt plögg í sjálfu sér sem að hamla okkur. Ég svo sem get alveg viðurkennt það síðustu 10 ára þá höfum við hér í þessum sal samþykkt margar stefnur og áætlanir. En í rauninni frétti maður lítið af þeim nema í rauninni þegar það á að fara að endurskoða þær og leysa yfir þær og uppfæra og allt kostar þetta vinnu og vinna kostar pening. Ég tel og ætla svona að fara að ljúka máli mínu að það sem að ég skynja að við erum að setja vinnu í við þessar stefnur. Það kostar mannskap, við höfum að vísu náttúrulega keypt vinnu við þetta utanfrá og ekki hefur það verið ódýrt. Þannig að ég hef svona hugsað þetta mikið og ég held að við séum á þeim tíma að við erum að gera þetta þannig úr Garði að þetta sé ekki mikil vinna að fara eftir stefnunum, kosti ekki mikið því að við þurfum og verðum að forgangsraða sérstaklega núna í hvað við ætlum að setja peningana okkar. Ætlum að setja þá í eitthvað sem að er flott og fallegt, lítur vel út og með fögrum orðum og fyrirheitum, eða ætlum að nota þá í það sem að skiptir máli þannig að við getum rekið bæjarfélagið okkar sómasamlega og fólkinu okkar líði vel. Takk fyrir.
Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næstur mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka áður mínum í bæjarstjórn Einari Brandssyni fyrir þessa ádrepu, vil ég hennar að segja. Ég verð hins vegar að lýsa því og ég held að ég sé nokkuð samskonar það. Hann er einn þessa skoðun hér í bæjarstjórn. Staðan er þannig að, og hefur verið svo sem ljós nokkuð lengi, að við munum þurfa að taka umhverfismál í sveitarfélaginu til gaumgæfrar endurskoðunar. Og ég veit að það eru þarna inni hugtök sem við hefum kannski ekkert auðvelt með að skilja og vera okkur ekki töf. En ég held að við myndum bara setjast niður og ræða saman og velta fyrir okkur hvað við þýða og hvernig við erum að fara með þessi hugtök og hvaða vinnu við ætlum að leggja í það og hvaða kostnað við viljum sjá og ætlum í rauninni að verja því að það er alveg rétt hjá bæjarfulltrúanum að sumt þetta kostnaðarsamar. Þegar að horft er til heildar áhrifa og heildar hagsmuna, þá mun komið ljós að við erum að spara pening. Vegna þess að ef við trúum á þær rannsóknir sem að birtar hafa verið stöðu til dæmis loftslagsmála í heiminum, þá skiptir ekki máli þó við séum smá, það þurfa allir að leggja sitt af mörkum. Umhverfisstefnan okkar núna hefur tekið langan tíma í smíðum og það er leiðilegt auðvitað ef athugasemdir bæjarfulltrúans hafa ekki náð inn í gögnin og ég man allavega ekki til þess að það verið tekin sérstaklega fyrir eða tekin sérstaklega afstæða til þeirra. En auðvitað er þessi stefna ekki þannig meitluð í stein og hún er ekki taka breytingu í framtíðinni. Bæjarfulltrúan gerði að umtalsefni að það væri sett fram sérstök loftslagsstefna. Það er ekkert sem útilokar það þó við séum með umhverfisstefnu að við veljum kannski ákveðin átaksverkefni og loftslagsmarkmið er eitthvað sem að hafa verið sett til dæmis af stjórnvöldum á Íslandi og við leggjum okkur fram að fylgja þeim eftir. Saman má segja til dæmis meðhöndlun plasts og notkun plasts til dæmis í tekið. Ég les orðið í forgrunni með þeim hætti, þá erum við alltaf að hugsa til þess og þýðir að það að fortakslaust sé ekki hægt að gera neitt annað. Nei, ég túlka það ekki þannig. En ég túlka það eins og þannig að við munum taka verulegt tillit til þeirra mála og þeirra atriða sem eru höfð í forgrunni. Endurheimt votlendis. Við erum landlítið sveitarfélag, við vitum það. Við erum 9 ferkílómetrar og það er kannski ekki mikið af votlendi sem við höfum tapað hér. Og kannski ekki mikið af votlendi sem við getum endurvakið hér. En við höfum væntanlega öll á draumum að kannski verðum við stærra sveitarfélag í framtíð. Og þá gæti þetta orðið bara raunveruleg verkefni fyrir okkur að glíma við þetta varðandi votlendi. Nú, endurheimt raskara vistkerfa. Það getur einfaldlega falið í sér að moka ofan í skurði og búa til blágrænar óðarsvist. Þá erum við raun að endurheimta mögulega vistkerfi. Þetta er gott dæmi eins og einhverja Grundartanga sem er mjög ljóst. Það var ákveðið að moka ofan í skurði og endurheimta það stórt vatn sem hafði í rauninni orðið nánast eins og lítið tjörn. Það eru þessi atriði sem við viljum auðvitað ná fram. Við munum ekki verða meistarar á þessu kjörtímabili og örugglega ekki því næsta heldur. En ef við ætlum ekki að nota þetta tól og taka virkilega tillit til þess og leggja okkur fram að virða umhverfisstefnuna og reyna þá að sníða af þá agnúa sem þar eru og jafnvel gera ríkari kröfur heldur en við gerum í dag. Þá munum væntanlega þessar heimsendarspár rætast og að Akranes verði kannski ekki stórt púsl í þeirri mynd. Þá er það einfaldlega þannig að við eigum að taka þetta til okkar eins og allir aðrir jarðarbúar. Og það getur til dæmis í fyrir okkur
að við forgangsröðum verkefni, til dæmis í fjárhagsáætlun, þannig að við horfum til umhverfismarkmiða og lýðheilsu, fremur en að láta kannski beinara peningar á. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar T. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi var þess að áhlýða. Ég að þakka bæjarfulltrúi Einar Brandtssyni hérna fyrir greinargóða yfirferð og líkt og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson þá mér leitt af athugasemdir hans skilur sér gætlega eins og bæjarfulltrúi Ólafur man ekki eftir að við höfum tekið það fyrir. Ég ætla líka að taka undir með bæjarfulltrúi Ólafur Adolfssyni að ég huga annarra henni inni en ég allavega ósammála þessari greiningu Einars að miklu leyti. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson fór hérna mjög vel yfir frá hendi svona flesta punkta sem ég búinn að skrifa niður til ræðu Einars Brandssonar. Samt hérna nokkur atriði, raskað vistkerfi. Við höfum bæjarfélag hefur tekið gríðarlega stór skref á síðustu árum í betri meðhöndlun á skólpi. Þar höfum við verið að endurheimta fjörur og vistkerfi sem áður voru útrásir og annað sem ógnuðu því vistkerfi sem þar dreifst og vissulega skapist annað vistkerfi með skólpinu en við höfum tekið stór skref þar. Það er líka stór skref eftir í þeim málum. Mér finnst einmitt plagg eins og þetta er plagg sem við eigum alltaf að ræða, plagg sem við eigum á hverju ári að taka upp og forsenda þess að þetta plagg verði einmitt ekki bara falleg skýrsla í hillu eða þetta verði lifandi. Og taki breytingum og miða þeim tíðaranda sem eru uppi hverju sinni. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hér inn á loftslagsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og að ef við skilum það rétt að samkvæmt skýrslunni þá er það þannig að allar okkar ákvarðanir hér eftir tækjum mið af þeim eða stjórnumst af þeim. Ég lít frekar þannig á að við tökum mið af og tillit. Því að líkt og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom hérna inn á að þá erum við pínkulítil í heiminum en við skiptum samt máli hvert veginn og framlag okkar sem einstaklingar skiptir miklu máli í heildarsamhenginu. Hvað varðar væntanlega búferlaflutninga til Noregs eða annað þá ber okkur skylda sem bæjarfélag til þess að setja fram landnýtingastefnu og inn í henni einmitt möguleikar okkar til þess að endurheimta votlendi. Ég held að við getum öll sammála að möguleikar okkar hjá Akranesi ekki miklir en við höfum hins vegar möguleika á því að stórauka skógrækt og annað og við getum ekki aukið kannski votlendi. Við eigum samt sem áður miðað við stærð ágætis votlendi hérna í Blönduósi og í Vinstravog. En ég held að í lengri tíma litið erum við ekki að fara að auka það. Við höfum þvert á móti það byggingaland sem við erum að brjóta núna gamalt votlendi sem var þurrkað upp. Og ég held að alltaf legið fyrir þegar við fórum á staði þess að vinna þessi fylgdu útgjöld. En eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom inn á áðan að þá heldur til lengri tíma að setja sparnaði. Og þetta eru málefni sem við þurfum að taka miklu meira tillit til og þurfum að taka miklu fastar tökum. Mér allavega fyrir mína parta finnst þetta bara mjög gott efna. Það eru þetta mjög stór verkefni þarna og þung sem við þurfum að takast á við. En ég held að þegar þetta er komið í kerfi hjá okkur og við erum farin að vinna eftir þessu, þá verður þetta ekki spókið. Takk fyrir.
Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem ákveða. Ég vil þakka þeim bæjarfulltrúum sem hafa farið yfir málið á undan mér og vil bara taka það fram að mín afstaða sú að það sé mjög mikilvægt að við setjum okkur umhverfisstefnu sem bæjarfélag og finnst þetta plagg vera bara mjög góð byrjun á þeirri vegferð. Og eins og hefur verið farið yfir í máli bæði formanns skipulags umhverfisráðs og bæjarfulltrúa Ólafs Arnaldssonar, þá auðvitað þetta byrjunin á vegferðinni. Við erum ekki komin á leiðarenda strax, en það er mikilvægt að hafa einhverja stefnu til að vinna eftir. Þetta er ákveðin framtíðarsýn sem að birtist í svona stefnu og hún tekur alltaf tíma að raungerast. En ég held líka að það sé í rauninni svona mikilvægi umhverfismála er alltaf að verða meira og meira hjá okkur öllum og kannski ekki síst ungu kynslóðinni. Ungt fólk í dag er mjög meðvitað umhverfismál og ef við viljum vera bæjarfélag sem er í sókn til framtíðar, þá getum við bara ekki sleppt í að taka tillit til þessara mála og hugsa græna bókhaldi okkar og kolefnisfótspor okkar og við erum uppi með áformum græna garða hér í atvinnuuppbyggingu og það verður erfitt fyrir okkur að markaðssetja slíkt ef við ætlum ekki að ganga undan með góðu fordæmi. Þannig að ég fagna bara því að við séum komin á þann stað að geta tekið þetta til atkvæða, þessa umhverfisstefnu. Hún hefur kannski verið full lengi fæðingu að mínu mati, en það er oft þannig þegar maður er óþolinmóður, þá vill maður hlutirnir gerast hraðar. En þetta er svona það sem ég vildi sagt, það er málið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Kristján Helgi Sveinsson, það er orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri sem á hliða, ég ætla bara að taka undir með þeim bæjarfulltrúum sem hér hafa rætt til stuðnings umhverfisstefnunni. Ég er ánægður að hún sé komin fram og heyrist hún verið samþykkt hér með flestum atkvæðum. Þetta er ágætlega framsett plagg og með fallegum markmiðum og hvað maður segja, alveg mælanleg markmið í henni og henni fylgir náttúrulega líka tímasett svona aðgerðaáætlun, þannig að við eigum að geta séð eftir einhver tíma einhver árangur eða allavega farið yfir vörðurnar sem eru markaðar í áætluninni. Ég held að það sé nefnilega mjög mikilvægt að hafa áætlun og hafa hana, frekar kannski nákvæmari en ekki. Þannig að maður geti séð og mælt það sem við erum að gera. Og þurfa alltaf, þó við séum lítið sveitarfélag og lítið hluta af heiminum og höfum við, hvað maður segja, við höfum til mikils að vinna að standa við umhverfismálum. Við erum kannski einn af þeim sveitarfélagum sem hefur það mest að tapa ef að til dæmis spárum hækkandi sjávarborð ganga eftir. Við erum nú þegar með varnargarða utan stóran hluta kaupstaðarins og hækkandi sjávarmál þýðir bara meira landbrot og
og meiri kostnaður í slíkum hlutum, þannig að kostnaðurinn kemur báðum megin. Fyrir þetta að við verðum þá kannski lengur 9 ferkir um hlut. En þannig að það er margt sem mun auka kostnað bæjarins, en hann sparar þá væntanlega kostnað annars staðar og það kostar líka að gera ekki neitt. Þannig að ég bara ætla að fagna því að þessi komið fram á til samþykktar. Takk fyrir. Fulltrúi Kristinn Arnar Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Það er fulltrúi Einar Brandsson fyrir orðið, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að vona það að enginn hafi sjálfur sér misskilið þau orð sem ég var með hér áðan, að við þurfum ekki að huga að umhverfinu og við þurfum að skila okkar í því og í öllu sem við gerum. Ég í rauninni kannski meira krítisera það að við séum að setja inn í stefnur og við höfum gert það hingað til og ég hef samþykkt það ákveðna vinnur sem að þessar stefnur felja með sér af vinna sem við verðum að framkvæma og það kostar. En ég vil bara meina að sumt af þessu í sjálfu sér kannski ekki bráðnauðsynlegt að gera, heldur að við eigum að nota peninginn í annað. En ekki misskilja mig að ég skrifaði undir þá áskorun að við gerðum okkur umhverfisstefnu. Ég bara ekki sáttur við allt orðalag í þessari stefnu. Og ég gerði athugasemd við það og ég sendi það á skipulags- og umhverfisráð, alla sem í því sitja, pluss það ég sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs, hann fékk afrit af þessu. Og ég held það sem að þetta var á allt ráðið og formaður ráðsins, Ragnar B. Sæmundsson, hann svaraði mér. Og ég ætla bara með leyfi forseta að lesa svarið hans upp. Takk fyrir þetta, Einar. Á fundi ráðsins á morgun verður farið yfir þær umsögnir sem komið hafa fram og hvert tilefni sé til þess að gera breytingar. Þessar athugasemdir fá að sjálfsögðu sömu umfjöllun. Hvað mig persónlega varðar, tek ég undir margt af því sem kemur fram hjá þér. Skýrslunni verður ekki vísað til bæjarstjórnar á morgun, heldur verður hún lögð fram og svo munum við vinna áfram í þessu. Þetta í janúar 2021. Þannig að ráðið fékk þessar athugasemdir og þar kom alveg skýrt fram að ég myndi ekki samþykkja umhverfisstefnu með ákveðnu orðalagi sem ég nefni í þessum athugasemdum mínum. Ég alveg full meðvitaður það að við eigum og okkur ber skylda til að huga umhverfinu okkar. Það allt annað mál í sjálfu sér og eðlilegt að við gerum það en hvernig við orðum stefnur og annað, það hef ég bara athugasemdir við og miðað við þær athugasemdir sem ég hef gert og miðað við eins og stefnan núna, þá mun ég ekki greiða atkvæði með þessari stefnu. Takk fyrir.
Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Það er enginn sem það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi aðeins áhlýða. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom upp og las svarið mitt með tölvupóst sem ég sendi. Eins og ég sagði áðan, þá fikk mér leiðilegt að þessi athugasemd sé ekki í gögnunum. Ég man samt eftir að bæjarfulltrúi Einar hafi sendt okkur þennan póst og ég tek alveg undir hluta þeim athugasemd sem þar kom fram. Eins og kannski bæjarfulltrúar vita að þá er þetta endaleg skýrsla ekki alveg eins og fyrstu drög. Það er búið að fara í tölulega vinnu, sérstaklega aðgerðaáætluninni, þar sem við erum búin að rýna í það sem starfsmenn og utanaðkomandi aðstoð er búið að rýna í raun og veru þessa skýrslu, hvernig hún verður sett upp, hvernig verður fylgt eftir og þeim aðgerðapunktum sem þar koma fram. Og ég held að eftir það þá erum við að setja fram mjög góða skýrslu eins og hefur komið fram hérna á mörgum bæjarfulltrúum. Þá er þetta bara fyrsta skrefið. Þetta er lifandi plagg. Það verður unnið í þessu áfram. Eftir að við erum farin hérna þá taka vonandi aðrir við og halda áfram þessari vinnu. Og ég held að þarna líkt og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurðardóttir komið inn á áðan, að þá erum við erum í raun og veru bara að stíga rétt yfir þröskuldinn. Þetta er málefni sem verður eitt af stærstu málefnum allra stjórnvalda næstu árin. Með áskorunum eins og bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson kom inn á, hækkun sjávar, hækkun hita og annað. Þá er þetta bara málefni sem við verðum að taka mjög fyrstum tökum. Og eins og það var sagt, þá er ég stendar að við erum að leggja góða skýrslu, en þetta er bara fyrstu skrefin og við munum vinna í þessu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að ræða umhverfisstefnu Alþingiskjörstaðar. Svo er ekki. Þá göngum við til afgreiðslu málsins. Og fyrir þá sem að samþykkja umhverfisstefnu Akraneskaupstaðar og meðfylgjandi aðgerðaráætlun vegna tímabilsins 2021 til og með 2025 að gjöra svoleiðis geðmerking. Það er bara 8 hendur á loft, einhver á móti, svo er ekki og stefnan er þá samþykkt 8-0. 7. fundarliður hefur málsnúmer 2105-143, deiliskipulag, skógarhverfi, áfangi 3A. Breyting. Við lögðum fram breyting á deiliskipulagi skógarhverfis áfanga 3A sem felur í sér að koma fyrir 3 einbýlishúsum í stað raðhúsa. Breytingin er gerð vegna umferðaröryggis við Akralund. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn Akraness að breytingin verði samþykkt samkvæmt 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010, send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Orðið er laust þessa tillögu og fyrstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi aðeins áhlýða. Ég ræði við deiliskipulag skógarhverfi í áfanga. Breyting sem felst í því að breyta raðhúsi yfir raðhúsarlóð með 5 einingum yfir í 3 einbýlishúsaleiðir. Megin þessar breytingar er eins og forseti kom inn á frá umferðaröryggi. Fyrir breytingu þá eru 10 stæði við Akralund. Eftir breytingu verða þau 4 og 2 bætast á við skógarlund. Nú hugsa sjálfsagt einhverjir bæjarfulltrúar hér í minnihlutanum. Við sagðum þetta. Það er bara þannig. En þetta kom fram og við
í skipulags- og umhverfisráði. Við tókum tillit til þessara athugasemda og leggjum því fram þessa breytingu. Ég held nú sé mjög góð. Eins og skipulagið hafi áður verið lagt fram, þá eru þarna 2 ráðhús á móttökurnar og bakka þá og samlíkjandi stæði. Það bakka bæði inn í umferðina að gera í umferðina á móttökurnar. Þarna erum við að bakka þessi ásett stæði við Akurlund. Það eru 2 stæði yfir skólum og við teljum þessa breytingu bara mjög góða. Takk fyrir. Fulltrúi Ragnar G. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Það fulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur líða. Eins og fram hefur komið að þá að ræða deiliskipulagsbreytingu í skógarhverfi 3A og hér kemur enn ein breyting á nýsamþykktu deiliskipulagi og við erum svona aðeins ýtt í formann skipulags- og umhverfisráðs fyrir þessar nýgerðu breytingar á nýgerðum deiliskipulögum og getum okkur svo sem ekkert orðið upp við það að þetta komi hér aftur og aftur inn. En þessi breyting í sjálfu sér að fjölga einbýlishúsalóðum á því svæði sem að ég hef hér í ræðustól kallað Axli. Þetta lítir á annars góðri línu í skipulagi ef ekki hefði verið þessi færsla yfir á svæði nálægt skógræktinni eins og ég hef svo sem komið hér inn á áður. En ég í sjálfu sér hvatt til þess að við fjölgum einbýlishúsum. En ég hef svona í rauninni frekar horft til þess að við séum að leggja niður fjölbýlishús, frekar heldur en þá raðhúsin, en ok. Ég bara veit ekki hvort ég get tekið undir það hjá orð formann skipulags- og umhverfisráðs Ragnar G. Sæmundssonar að þetta sé til bóta í sjálfu sér en ok. En þar sem ég hef hingað til ekki geta fellt mig við og samþykkt þetta skipulag sem að hér ræðir til þetta sé önnur deiliskipulagsbreytingin sem er gerð síðan það var samþykkt. Þannig að ég í rauninni mun sitja hjá við þessa afgreiðslu á þessari breytingu. Takk fyrir. Fulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, allt bæjarfulltrúar sem á okkur líða hér. Ég hef svo sem verið á sömu blaðsíðu og Einar Brandsson í þessu máli þegar horft á stóru myndina. En ég ætla samt sem áður að fagna þessu. Mér finnst þetta góð breyting frá því sem var áður og ekki veitir af að fjölga einbýlishúsalóðum hér í sveitarfélögunum okkar ef við ætlum að reyna að halda í fólk og reyna að ná til okkar fjölskyldum og bara halda í rauninni einhverju dampi í fjölgun íbúa hér á Akranesi. Þannig að ég mun greiða þessari
breytingar tillögu atkvæði mitt til þetta. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki og þá bið ég þá sem að eru samþykkir fyrirliggjandi tillögu breytingu á deiliskipulagi Skógarhverfis áfanga 3A og að hún verði send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Samþykkja þetta gjörsamlega gefa merki. Það eru 8 hendur á lofti, 1 á móti. Svo ekki til að hann samþykkt 8-0. 7. fundarliður málsnúmer 2104-190 Höfðasel 4, Matsluti 4, umsókn byggingarleyfi. Bygging á Höfðaseli 4 var grenndarkynnt samkvæmt annarri málsgrein 34. grein skipulagslaga númer 123 frá árinu 2010 og fór grenndarkynning fram frá 14. maí til 11. júní 2021. 11. júní einhvers tímann í framtíðinni, það ekki? Við þurfum eitthvað að skoða þessar dagsetningar svolítið betur en allt í lagi. Aðilar sem fengu grenndarkynningu hafa svarað og gera ekki athugasemd við byggingarleyfið. Skipulags- og umhverfisráð leggur þá til við bæjarstjórn Akraness að samþykkja fyrirhugaðar framkvæmdir. Forseti ætlar að leggja til að við geymum þennan fundarlið þangað til að við erum búin að skoða þessar dagsetningar betur, er það ekki? Hvort að samkvæmt þeim og þá stendur grenndarkynning ennþá yfir. Við þurfum að skoða þær aðeins betur. Og geymum hann aðeins og förum í 8. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 2105-139 til Jaðarsbakkar útisvæði viðauki við fjárhagsáætlun. En bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 27. maí síðastliðinn að veita viðbótarfjármagni að fjárhæð krónu 7.500.000 inn á deild 06610 4990 vegna aðkeyptrar þjónustu sem felst í slætti á æfingasvæði Jaðarsbakka en liðurinn féll út við gerð fjárhagsáætlunar fyrir 2021. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 15 á fjárhæð krónu 7.500.000 sem færist á deild áðurnefnda deild 066 10 49 90 og mætt með tilfærslu að deild 208 30 49 90 á fjárhæð krónu 2 milljónir og með lækkun á áætlun rekstrarafgangi af fjárhæð krónu 5,5 milljón. Bæjarráð vísar með viðaukanum til bæjarstjórnar til endanlegrar afgreiðslu. Orðið laust og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fær orðið. Forseti, allir bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að fá að víkja fundi undir þessum fundarlið. Þar sem félag sem ég stýri tengist þessu máli og mun því ekki taka þátt í umræðunni atkvæðagreiðslu. Það verður þá fært til bókar að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir víkur af fundi umræðu og afgreiðslu þessa máls og orðið þá laust viðauka númer 15. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls og þá bið ég alla þá sem að samþykkja viðauka númer 15 fjárhagskrónu 7,5 milljón mætt með tilfærslu af áðurnefndri deild 2 milljónir og lækkun á áætluðum rekstrarafgangi 5,5 milljón til samþykkja þetta gjörsamlega. Það samþykkt með 8 atkvæðum og við boðum
Bæjarfulltrúar Rakel Óskarsdóttir aftur á fundinn og förum aftur í 7. fundalið. Það er búið að finna út úr þessu. Þá hefur bæjarfulltrúar Rakel Óskarsdóttir tekið sæti á fundinum á 9. Við förum aftur í 7. fundalið og ástæðan fyrir því að hann er tækur til afgreiðslu hér, þessi tillaga er tæk til afgreiðslu hér, er sú að allir aðilar sem grenndarkynnt var fyrir hafa veitt samþykki sitt fyrir breytingum. Þannig að þess vegna þurfum við ekki að bíða til loka tímabils grenndarkynningar. Þannig að eins og áður segir, þá við að byggingu á Höfðaseli 4 og skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja fyrirhugaða framkvæmdir. Og orðið er laust, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, kjörsókn. Hér ræðum við Höfðasel 4, umsókn byggingarleyfi. Er að ræða starfsstöð BM Vall á Smellin. Gríðarlega ánægjulegt að sjá þessa umsókn hérna inni hjá okkur. Það er alltaf gaman að sjá atvinnuuppbyggingu. Þó nokkuð stórt hús er að fara að byggja, 1043 fermetrar. Þriðji steypuskálinn hjá þeim. Fyrir eru 2 steypuskálar sem eru samtals 108 fermetrar, þannig að þetta er töluverð stækkun, þessi fylgisskörf, en á sama tíma líka er þetta breyting í rekstri hjá þeim. Við höfum verið í samtali við BM Vallá sem miða að því að bæjarstjóri átti mjög gott átti samtal við stjórnarmenn í félaginu. Þar sem við höfum viljað svolítið reyna í sameiningu að teikna upp eitthvað framtíðarsýn hérna fyrir þessa starfsemi hér. Að sjálfsögðu viljum við að öflugt félag eins og BM Vallá byggi sig mest upp hérna á Akranesi. Við vitum að á næstu árum hluti þeirra starfsemi þurfa að víkja á höfuðborgarsvæðinu upp á Höfða og sjálfsögðu viljum við fá sér mest af því hingað. Félagið hefur verið að stækka. Það er gífurleg uppbygging alls staðar á landinu í dag og Smellin er stór aðili í því. Þannig að ég fagna þessu, ég vona að þetta gangi hratt og vel fyrir sig hjá þeim og við fáum að sjá bara meiri stækkun. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi og 7. fundalið. Svo er ekki. Þá bið ég þá sem að samþykkja fyrirhugaðar framkvæmdir sem felur í sér viðbyggingu við Höfðasel 4 sem byggður verður framleiðslusalur að kjörsókn að gefa merki. Það eru 9 hendur á lofti, það er samþykkt 9-0. Og þá förum við í 9. fundalið. Síðasta afgreiðslumál þessa fundar er málsnúmer 1906-065 og er að umboð til handa bæjarráði í sumarleyfi bæjarstjórnar. En lagt er til í fyrsta lagi að bæjarstjórn samþykki að næsti reglulegi fundur bæjarstjórnar verði þriðjudaginn 24. ágúst næstkomandi og í öðru lagi að bæjarráði verði þangað tilfalin fullnaðarafgreiðsla mála í samræmi við 50. grein samþykktar stjórn og fundarstöð Akranesskrifstofu. Orðið er laust með þessa tillögu. Það tekur enginn til máls. Þess að samþykkja þessa ráðstöfun kjörsókn að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Við förum í 10. fundalið.
Hann er málsnúmer 21.01.002 til fundargerð bæjarráðs árið 2021 og að ræða fundargerðir nr. 3459 og 3460, annars vegar frá 27. maí síðastliðnum og hins vegar frá 3. júní síðastliðnum. Þessar fundargerðir eru hér lagðar fram og orðið laust fyrir þá sem vilja taka til máls þær. Það fulltrúi Rakel Óskarsdóttir þar að gera svo vel. Forseti, bara fyrir og aðrir sem á ekki heyra, en dags að vera opnir fundargestum og meðan. Við ræðum hérna fundargerðir bæjarráðs og ég ætla að funda gögnin, ekkert ná, þetta er allt í gögn. Það er með þessa rulli eins og hérna og eitthvað annað bara. Mér langar að ræða ástæðuuppgjör hér á þessu sinni. Það sem að við höfum flestir bæjarfulltrúar komið hér upp og lýst yfir í rauninni ánægju með þá vinnu sem við erum að fá í hendurnar, þar sem að útsvarið okkar er reiknað eða fært til bókar eins og það birtist okkur, heldur ekki eins og þetta var gert þar sem að áætlunum var greitt yfir mánuði. Og þetta fær mann svolítið til þess að hugsa út í reksturinn og við ræddum það nú frekar djúpt hér í umræðum okkar hér ársreikning, áhyggjur okkar sjálfstæðismanna á rekstrinum, hvernig hann hefur verið að þróast á síðastliðnum árum. Og þar sem að við erum að horfa á þá stöðu í dag að gjöldin eru komin fram úr þeim tekjum sem við öflum okkur og höfum við sagt það í bókunum okkar að það er staða sem við viljum ekki sjá. Og svo er þetta einhvern veginn svona að bara að ágerast þessi uggur í brjósti. Að þegar maður sér ákveðna málaflokka vaxa svolítið stjórnlaust og ég held að við í bæjarráði séum svo sem svolítið sammála þar að það verði að grípa svolítið fastari tökum á ákveðnum málaflokkum og það eru þung og erfið mál í félagsþjónustunni og það hefur verið mikil aukning þar. Eins í launum og launatengdum gjöldum að maður horfir fram á svolítið svona breytta veruleika í rekstri og eftir síðasta fund okkar í bæjarráði sem við fengum í janúar til apríl uppgjör að þá verð ég eiginlega að segja að mér brá svolítið og fór að skoða aðeins tölur aftur í tímann. Reyndar þá bara í ársreikningum okkar í sveiflutölu. Spurningarna fram með okkur gangi, greinilega fleiri að ræða fjárhagsmál. En ég fór allavega að skoða ákveðna þætti og í rauninni þróun útsvars og þróun launakostnaðar. Og skoðaði svo sem bara aftur til frá
til ásins 2014, eitthvað kannski svona þær tölur sem að maður þekkir til ásins í dag. Og núna þegar við horfum fram á janúar til apríl, þá munar 100 milljónum á því sem að við fáum í útsvar og því sem við erum að borga í laun án lífeyrisbóta. Og mér finnst þetta bara rosalega alvarleg staða. Ég veit ekki hvort að ég sé ein þetta, en ég allavega heyrði í starfsmanni á fjármálasviði sem að ætlar að taka þessi gögn saman fyrir okkur. Og á alveg svona því að það verður þá bara tekið fyrir í næsta mánaðar uppgjöri. Þannig að við fáum þetta svona svart og hvítu, hverjar tölurnar eru. Af því að kannski eru tölurnar eitthvað aðeins öðruvísi úr bókhaldi skrifstofunnar hér heldur en þær tölur kannski sem ég að horfa á heildartölur í ársreikningi, en maður skildi ætla að það ætti ekki vera mikill munur þar á. En þróunin allavega svo að við höfum verið að horfa á svona 200 milljónir á milli útsvars og launa síðastliðin ára. En núna þegar að 4 mánuðir eru búnir af árinu, þá erum við í 100 milljónum í mínus. Og 8 mánuðir eftir árinu. Og ég veit ekki alveg hvernig við ætlum að ná endum saman, en það þegar við ætlum að fá fasteignagjöldin inn, við ætlum að fá jöfnunarsjóðsframlagið, en útsvari allavega eitthvað sem við ættum að geta skoðað og svona til þess að eiga fyrir rauninni heimilisbókhaldinu. Af því að þetta rauninni ekki öðruvísi heldur en það. Þannig að ég vildi bara koma hér upp og lýsa áhyggjum mínum varðandi stöðuna eins og hann blasir mér. Auðvitað getur verið ósammála það og kannski þetta ekki stærð eða kennitala sem að menn hafa áhyggjur af. En ég vildi allavega koma hér upp og lýsa áhyggjum mínum með þessu. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem að hlýða. Ég vil þakka bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fyrir að koma hér upp og ræða þessa þætti og það áhyggjur sem hún hefur. Ég tel að það sé bara mjög gott að óskað hafi verið eftir gögnum þetta mál til að við fáum þá bara vissu það hvað þessi lykill stendur, hvort þetta sé þessi raun eða hvort að einhverja skekju sé að ræða. Ég tel mjög mikilvægt og að við þurfum að fara að fá fyrstu greiningu KPMG á okkar rekstri og það sem að skoða hvert niður á málaflokka stöð okkar og hvernig nálgusverkefni og hvað tækifæri eru til úrbóta og hvað við gerum við. Það rétt sem bæjarfulltrúi segir að þegar maður rýnir ástæðuuppgjörið þá erum við að horfa á það að gjöldin okkar að aukast talsvert hratt umfram þær tekjur sem erum að hafa. Við erum að horfa þar á að það velferðarþjónustan okkar þung, virkilega þung og þar erum við að horfa á það að það hefur orðið talsverð aukning í fjárhagslega aðstoð og útgreiðsla húsnæðisbóta, það hefur mikið þung í barnavernd og heimaþjónustu. Við erum að fá mjög þungt mál til áframtöku inn í bæjarráði. Það varðar málefni sem að mikilvægt að sinna en hvort það erum að ræða þjónustu sem að sveitarfélög eiga að sinna eða heilbrigðiskerfið og eins og allir bæjarfulltrúar hér vita þá höfum við sett inn
erindi og beiðni til félagsmálaráðherra það að fá fund með honum til að ræða þessi mikilvægu mál. Því að það mikilvægt að þeir einstaklingar sem þurfa þjónustu fái þjónustuna, en það líka mikilvægt að réttur aðili og svo aðili sem greiða á fyrir þjónustuna gerir það. Það ég að tala að ríkið taki við þeim heilbrigðismálum sem að þeim snúa. Ég held að sé bara, þessi það rétt sem bæjarfulltrúi að tala það svona breyting í því hvernig við erum að horfa á þessa ástæðu, mánaðar yfirlit ást. Hvernig þetta mánaðar yfirlit að birtast, að raun áætlun, raun staða útsvars að birtast en ekki dreifing eftir áætlun, þannig að þó við sjáum þessu yfirliti að tekjurnar hvað það varðar séu umfram áætlun og allt það, þá það að dreifast öðruvísi heldur en áætlun gerði ráð fyrir. En ég held það sé bara gott að við í bæjarráði og hér í bæjarstjórn á komandi misserum og vikum eftir sumarfrí ræðum þessa hluti áfram og við í bæjarráði verðum með puttar á púlsinum áfram og rýnum áfram til gögn og niðurstöðu KPMG hvað þetta varðar. En það auðvitað markmið okkar allra, það að veita góða þjónustu og heimilisbókhaldið okkar hér í bænum líti vel út. Það nú bara þannig. Fulltrúi Æsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu. Þeirra sem óska eftir að hafa sér máls. Það fundargerð bæjarráðs. Svo ekki. Nú teljast þessar fundargerð bæjarráðs hér með fram og lagaráðs. 11. fundarliður við málsnúmer 21.01.005. Þetta eru fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2021 og hér þá lagðar fram tvær fundargerðir, númer 199 frá 31. maí síðastliðnum ásamt þeirri sem samþykkt var hér í upphafi fundar, fundargerð númer 200. Og orðið laust þessar fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Bæjarfulltrúi Ragnar P. Sæmundsson fær orðið gjör svo. Forseti, bæjarfulltrúi á hlýða. Bara einhvern þessar fundargerðir sem eru hér til umræðum í skipulags- og umhverfisráði. Ef við byrjum á fundargerð númer 199 frá 31. maí, þá þarna liður 1 umferðaröryggi. Eins og öllum ljóst og hefur verið uppi ákveðið vandamál í Skógar- og Lundahverfi hvað varðar umferðarhraða. Og eins náttúrulega þessir gífurlegu efnisflutningar sem hafa verið í hverfinu hingað til. Nú vissu horfið svona fyrir endan á því, en lóðir sem eru þar eru flest allar að verða byggðar. Það búið að efnistaka í þeim flest öllum lóðum, þannig að þetta verður eitthvað áfram flutningar í gegn. Við erum að vinna ákveðnum atriðum sem vonandi verða til þess að draga úr hraða þessu svæði. Liður 2, gatnaviðhald. Ánægjulegt, við áttuðum að hafa boðið út gatnaviðhald 2021. Fengum þar mjög hagstætt tilboð frá skóflunni. Ánægjulegt að sjá fyrirtæki hérna innan fyrirtæki tekur þetta. Eins mál númer 3, moldatip sem við boðum út fyrir allir sá jarðvegur sem fluttur hér húsabílum og öðru. Hér hérna svo moldatip sem það náttúrulega að vinna og víta út. Það var boðið út. Næstbjóðandi þar var Þróttur og samningar var þegar tekist að vera kláraði við hann. Svo langar mér að koma inn á bara í fundargerð númer 200. 200. fundur skipulags- og umhverfisráðs. Það eru 2 mál. Ég byrja á mál númer 2. Úthlutun lóða, löngu tímabær. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarráð
að hefja úthlutun lóða í Skógarhverfi 3A. Það að ræða 11 einbýlishúsalóðir, 6 raðhúsalóðir sem eru þá 31 íbúðareining í þessum 6 raðhúsalóðum. Við erum á sama tíma að vinna í frekara skipulega hennar frá og vonandi fljótlega verður hægt að bjóða út næsta áfanga, Gatnagerð, og halda áfram. Mín tilfinning segir að ég held að við eigum eftir að fá rosalega umfram eftirspurn í þessu lóðir og lóðir sem við erum að fara út núna, en þarna koma í ljós, en tilfinningin eitthvað þannig. Og lokum langar mér að taka fyrir mál nr. 1 á þessu fundi, Grundaskóli, uppbygging. Þetta mál var fyrst tekið fyrir hjá okkur á sameiginlegum fundi skipulags- og umhverfisráðs og skóla- og frístundaráðs 18. maí, þar sem Kristján, arkitekt frá Andrum, kom og kynnti þær tillögur sem þeir hafa verið að vinna að. Þetta kom aftur inn til umræðu hjá okkur á fundi nr. 199 sem var 21. maí og þá var ákveðið að skoða málið frekar, sér í lagi það út frá framkvæmdinni þar sem þær tillögur sem lagðar voru fram felast í því að lyfta þakinu og bæta í raun og veru að rjúfa þakið og bæta við þriðju hæðinni. Þetta mál kom svo aftur inn á þennan fund nr. 200 frá 7. maí og þá þessir 2 valkostir sem er búið að vera að skoða sem með leyfi forseta ætla að fá að lesa þessar 2 kosti. Leið A, C-álma, endurskipulagning 1. og 2. hæðar. Fyrsta hæð 900 fermetrar, önnur hæð 1040 fermetrar. C-álma stækkun rishæðar, 3. hæð, rishæð 360 fermetrar. Breyting á stjórnunarálmu 320 fermetrar, kennslustofur 11 kennslustofur annar hæð C-álmu og 4 stjórnunarálmu, samtals 15 kennslustofur. Þessi tillaga, eins og ég sagði, snýr að því að það verði bætt við þriðju hæðinni. Stjórnendur færast þá upp á þessa þriðju hæð, hjúkrunarfræðing sem er á 1. hæð og stofurrýma sem er þar uppi í dag. Með þessu verða til 4 kennslustofur í stjórnendaálmu, auk fundarherbergja. Eins og staðan er í dag, þá er þriðju hæðin risið nýtt undir sérkennslustofur og eins geymslur. Staðan er samt þannig að eini neyðarúrgangurinn af þarna út er út á pall, lítinn svona svalapall og þá við ljóst að við þyrftum að fara í aðgerðir þarna til þess að tryggja flóttaleiðir og auk þess er þarna upp einhverju stigi, þannig þetta eins og nýtingin í dag þá býður þetta ekki upp á aðgengi fyrir alla. Sem er náttúrulega sjálfum sér eitthvað sem á ekki að þekkjast í skólabyggingu. B-leiðin, C-álma, endurskipulag 1. og 2. hæðar, fyrsta hæð 900 fermetrar og önnur hæð 1040. C-álma rishæð verður ekki nýtt áfram nema mjög takmörkuðu leyti, sem gengur þá út af það að þriðja hæðin sem er eins og þess að nýtt í dag sem stofurrými, sem kynslurými, eru þá eingöngu nýtt undir loftræstingu og geymslu og þá þyrftu að finna þessum rýmum sem þarna er í dag annað pláss innan skólans. Þessari leið erum við líka farið í að breyta stjórnunarálmunni en með henni fengjast 9 kennslustofur annað hæð og 4 stjórnunarálmu samtals 13 stofur. 13 stofur í leið B, 15 stofur í leið A. Þarna á enn eftir að eins og leið B, þar sem ekki farið í það að bæta þriðju hæðinni, þá þyrftum við að finna stjórnendum, bæði aðstöðu inn í skóla og eins kaffistofu starfsmanna. Sem þýddi þá að við værum að ganga á eitthvað rými sem í dag eru nýtt
að ganga á stóðrými og kennslustofur og væri þar af leiðandi að fækka þeim möguleikum sem við höfum í skólanum í dag. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að valkostur A verði fyrir valinu. Það er að segja að þessari þriðju hæð verði bætt við, 14. álmennu verði breytt og farið verður í gagngera endurbætur á fyrstu og annarri hæðinni. Ég held að við séum að stíga mjög gott skref þarna. Ef þessi leið verður ofan á, nú erum við ekki verið til þess að ræða þetta hér og þetta er náttúrulega eftir að fara inn í bæjarráð og þetta á eftir að líka fá umfjöllun í skóla- og frístundaráði. En ég held að ég held að séum að taka mjög gott skref þarna. Ég held að séum að fá mjög betri stofnun með betri skóla, bæði fyrir starfsmenn og nemendur. Eins og segir, það verður náttúrulega þessar fyrstu 2 hæðir teknar algjörlega í gegn. En þeir möguleikar sem opnast með þriðju hæðinni, með bara aukinni birtu og meiri rýmd í öllu, held ég eigi líka eftir að koma sér mjög vel. Við erum að nýta Stjórnardálana sem í dag er ekki nægilega vel nýtt. Við erum að fá mjög betri nýtingu húsnæði þarna. Bæjarráð hefur nú þegar samþykkt að fara í lausar kennslustofur. Sú vinna er í gangi, útboðið þar. En með þessu, ef þetta fær brautargengi, þá er útlit fyrir að við náum að brúa, náum að tryggja flestum nemendum innan skólans. Þetta þá náttúrulega 10. bekk sem og þegar búið að semja að fara í fjölbraut. Þessi 2 áfangar sem eru útistandandi, það verður vonandi ekki lengi að bíða þangað til þeir komast inn í skólann. Það verður vonandi þannig að einn áfangur fari beint í núverandi stjórnardálmu og þá er spurning það hversu hratt þessar lausu stofur koma inn. Það verður ekki lengi að bíða að það verði allir áfangar fyrir utan 10. bekk innan skólans. Þetta gefur okkur líka möguleika í skólanum til lengri tíma. Það hefur verið vandamál, skólinn hefur náttúrulega stækkað gífurlega. Það hefur verið gengið á stóðrými og annað. Þetta gefur okkur möguleika á því að bæta þá aðstöðu. Garðasel koma inn allir líkindum haustið 2022 þegar nýr leikskóli verður vígður í Skógarhverfi sem aftur mun auka möguleika í skólanum og möguleika á því að taka fleiri börn en þá líka á sama tíma möguleika á því að við getum tekið fyrstu hæðina og flutt á kennslu sem núna fyrstu hæði yfir í Garðasel meðan framkvæmdir standa yfir það. Þannig í mínum huga þetta að teiknast mjög vel upp. Ég held að við séum að gera mjög vel úr þeirri stöðu sem upp var komin. Eins og öll vitum þá náttúrulega þá var þetta heljarverkefni þegar þessi staða kemur upp í vetur. Stjórnendur, kennarar og foreldrar nemendur stóðu sig held ég mjög vel. Það voru unnið mjög vel úr þessu. Þetta voru vissir afmarkar og að fylgja alltaf ákveðin vandamál þegar svona kemur upp. Ég held að með þessu séum við að taka mjög góð skref fyrir skólann og fyrir samfélagið. Takk fyrir. Fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið þá laust fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Fulltrúi Sandra Margrét Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðeins máta hlýða. Ég er afskaplega ánægð með þá tillögu sem skipulags- og umhverfisráð leggur til, það er tillögu A.
Ég held að þetta sé framsýn. Við erum að horfa í rauninni til framtíðar þarna, hvernig við getum eins og formaður skipulags- og umhverfisráðs komst ágætlega að orði, unnið úr þeirri stöðu sem kom upp. Við erum þarna með 40 ára gamlan skóla í höndunum og það er í sjálfu sér bara gott að nýta tækifærið og gera hlutina taka hlutina svolítið alla leið. Þannig að við gefum skólanum endurnýjun lífdaga til lengri tíma og horfum á þetta sem fjárfestingu inn í framtíðina. Væntanlega með því að spara okkur þá eða fresta allavega fjárfestingarkostnaði í skólahúsnæði þá Riðjaskólann til að mynda í einhver tíma. Og þetta væntanlega líka skapar, hef ég trú á, betra umhverfi fyrir nemendur og kennarar í skólanum. Og það er í rauninni kannski það mikilvæga í þessu og það sem við þurfum að vanda okkur við varðandi framkvæmda tíma og megum ekki gleyma að í rauninni þessi framkvæmda tími sem er kannski 2 ár, 2-3 ár að klára þetta fullu leyti. Það er stór hluti af skólagöngu barna. Þegar maður horfir á sem hlutfall af þeim árgöngum sem í rauninni eru í skólanum á þeim tíma sem þetta gengur yfir. Og við þurfum að vanda okkur vel í að halda utan starfsemi skólans þannig að það bitni ekki á þessum krökkum og starfsfólkinu. Og það er í rauninni kannski sá lærdómur sem við getum tekið af í rauninni síðustu mánuðum sem er ekkert skrítið. Það þurfti að bregðast hratt við og finna hlutunum farveg, koma árgöngum fyrir á nýjum stöðum og svo framvegis. Í því felast líka tækifæri til þess að í rauninni læra kannski nýja hluti með öðrum hætti og svo framvegis og það þarf að horfa á það. Það var í rauninni gott samtal sem við í skóla- og frístundaráði áttum til að mynda við fulltrúa foreldra sem höfðu foreldra í 10. bekk eða komandi 10. bekk sem höfðu eðlilega áhyggjur af sínum börnum og ég held að sú reynsla sem við höfum fengið núna undanfarna mánuði, við höfum að nýta hana okkur til góðs og huga vel að því hvernig við í rauninni komum á þeim árgöngum, hvernig og hvar og hvernig við stöndum að því öllu saman og drögum lærdóm af því sem við höfum verið að reka okkur á til þess að gera þetta vel og sómasamlega út garði á meðan á framkvæmdum stendur. Ég er alveg afskaplega ánægð með þessa tillögu og vona sannarlega að okkur ber gæfa til þess að standa myndarlega að þessu þegar upp verður staðið. Takk fyrir. Það er fulltrúi Sandra Margrét Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er fulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Svo er. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á bíða. Ég kallar bara að koma upp í ljósi þess að bæjarstjórnin fyrir frí og maður gerir væntanlega ráð fyrir að einhver hluti ákvörðunum verði tekin í sumar varðandi þessu uppbyggingu af bæjarráði þá í umboði bæjarstjórnar. Þannig að ég ætlaði að koma hingað upp með veganesti fyrir þau varðandi mín afstöðum. Ég er í sammála bæjarfulltrúa Sandra Margrét Sigurðardóttur varðandi leið A og lýsa ánægju minni með það að sú leið valkostur A hafi verið valin eða lagt til af skipulags- og umhverfisráði að fara þá leið. Mér leist mjög vel á leið strax upphafi kynningar en ég er samt ánægður með það að við höfum velt upp leið B til þess að fá samanburðinn
og sjá kosti og galla sem beggja leiða og kostirnir við leiða hafa í raun og veru bara stækkað við það fyrir þennan samanburð að mínum dómi, þannig að ég mjög sáttur við þetta. Við erum að bara endurbæta þarna hús sem var tekið í notkun fyrir 40 árum og það má alveg líta á þetta sé eðlilegt viðhald á því húsi eftir tíma að einhverju leyti, þannig að ég bara er mjög sáttur við það að við séum að þessi leið liggi fyrir. Takk fyrir. Það fulltrúi Kristján Örn Sveinsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Það fulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að byrja á því að taka undir með þeim bæjarfulltrúum sem hafa talað hér á undan mér í sambandi uppbyggingu grundaskóla með stefnu í fundargerð fundar númer 200. Ég held að það sé í rauninni eftir að hafa séð þær tillögur sem í boði eru að þá í rauninni ekkert annað sem kemur til greina en að nýta það pláss sem við höfum í skólanum og þær hugmyndir sem hafa verið kynntar fyrir okkur koma mjög vel út og líka upp á bygginguna mikið og í rauninni eins og komið hefur hér líka fram verið að horfa til framtíðar og lengja líftíma þessara byggingar og jafnframt hluti af þeirri lausn sem við höfum verið að ræða hér mörg ár í rauninni að búast þannig nútana að við sleppum sem lengst við að byggja 3. grunnskólann. Þannig að ég held við séum á mjög góðri leið þar. Við þurfum bara að fara á stað í rauninni með allan þann undirbúning sem hægt er að fara á stað með nú þegar. Þannig að verktíminn verði sem styrstur og við náum að taka þessa endurbyggingu í notkun sem fyrst. Þannig að sómi verði að. Það sem ég svona ætlaði eiginlega aðalega fjalla á fundargerð 199, 10. liður, deiliskipulagsskógahverfi 375, lýsing. Þarna skipulagsumhverfisráð að taka fyrir það deiliskipulag sem hefur verið í vinnslu núna ákveðinn tíma á hlutunum 375 og þetta hluti af í rauninni stærra skipulagi sem að hefur verið bútað svolítið niður og það sem að ég svekktur með að það svæði sem þó eftir núna það skulle ekki vera tekið í einu lagi. Það sem ég líka svolítið óánægður með og hef reynt að bara
svona tiltölulega fínt í það hér í ræðustól nokkur sinnum að mér finnst skorta á það að öðrum bæjarfulltrúum sé kynnt skipulag á þessari stærðargráðu áður en að þau fara í almenna kynningu en nú búið að auglýsa kynningafund en í rauninni hefur ekki máli verið kynnt öðrum bæjarfulltrúum heldur en þá þeim sem sitja í skipulags- og umhverfisráði. Ég ætla hér aðeins að viðra einu sinni enn þær skoðanir sem ég hef haft á þessu og ég mun að sjálfsögðu hlusta á kynningafundinn og fá þá kannski skýringar á því af hverju þetta er svona en ekki hinsegin. Það sem ég hef lagt töluverða áherslu á að við hugum að á þessu svæði er að við höfum fjölda einbýlishúsalóða töluverðan eins mikið og hægt er og ég hefði horft á til dæmis 3 séreitin sem eingöngu fyrir einbýlis og par og raðhús, ekki fjölbýli. Það var verið að breyta skipulaginu í 3A út af því að menn töldu að það væri til bóta fyrir umferðaröryggi. Ég held að það geti alveg átt við þarna líka. Plús það sem að ég hef áður nefnt að okkur vantar, finnst mér, lóðir fyrir húsnæði þar sem að svona stærri og þá kannski dýrari húsnæði sem að má ætla að íbúi fólk sem að ég hef kallað hér áður í þessum ræðustól góða skattgreiðendur eða útsvarsgreiðendur. Hvort að það yrði í raunin að það yrði í öllum húsunum en sem við finna alltaf einhverja leið til að sleppa við skattana en ég held að þetta sé svona leið sem við þurfum að kíkja á. Það væri gott og ég hef grun að bæjarstjórinn hefur aðeins vikið úr sal en ég held að hann lumi á töflu sem að segir hvað við erum með framöndan margar til dæmis einbýlishúsalóðir og ég held að það sé ekkert rosalega margar einbýlishúsalóðir sem við höfum fyrir þá framtíð sem við sjáum í þessu skipulagi og Sementsreitnum. Þannig að það væri, held ég, mjög gagnlegt fyrir okkur að hafa fyrir framan okkur fjöldan á þessum svæðum sem við erum að skipuleggja, þessu litla svæði sem eru eftir og þá Sementsreitnum og svo Dalbrautarreitnum. Hvernig skiptingin er, því að mín tilfinning er allavega svo að við þyrftum að hafa fleiri einbýlishúsalóðir og jafnvel par og raðhúsalóðir. Það má í rauninni kannski fara að þakka fyrir það að það kannski sér fyrir endan á því að þetta skipulag fyrir skógarhverfi sem að ég vildi meina hafi verið nánast tilbúið til þess að fara að byggja upp við upphaf þessa kjörtímabils að
að við hugsanlega erum í sömu stöðu upp á næsta kjörtímabils að við höfum þó þetta klárt til uppbyggingar og það hefur í rauninni komið berlega í ljós að vöntunin á lóðum hefur verið umtalsverð hjá okkur. Þannig að kannski fer að sjá fyrir endan á þessu. En ég vil endurtaka það að ég skora á skipulags- og umhverfisráð að bæta nú við þessum síðasta bletti sem þarna eftir og taka hann samhliða þessu. Ég held að það sé miklu betra fyrir okkur að sjá þetta í heilu lagi. Að lokum þá ætla ég að gera smá athugasemd við þennan kynningafund, ekki það að hann sé haldinn, auðvitað munum við halda kynningafund á einhverjum tímapunkti. Ég búinn að koma því að ég óánægður að við bæjarfulltrúar fáum ekki kynningu fyrir kynningafundinn. En ok, nú búið að blása til þessara fundar, en ég verð að segja það að fundarformið og fundartíminn svolítið einkennilegur. Á að halda fundinn á Teams og hann á að byrja klukkan 12 á venjulegum vinnudegi, sem sagt á fimmtudaginn. Ég veit allavega að sjálfur hef ég aðeins hálftíma í mat, stundum allavega það, en ég held að þetta sé ekki að gera fólki auðvelt að koma og taka þátt í svona fundum. Ég veit að sagan segir að það sé nú kannski ekki alltaf fullt hús, þannig að það væri alveg hægt að hafa þennan fund í þokkalega sal, jafnvel inn í frístundamiðstöð eða út í tónlistarskóla, þannig að fólk þurfi ekki að sitja hvert upp við annað. Þannig að ég held að það væri mikið gagnlegri fundur þar sem að fólk getur komið og diskuterað og séð kynningarnar og eins líka það að þessi tímasending held ég svolítið svona á skjön við það sem að fólk að vinna og vill kannski nýta sér að fá smá fræðslu þetta á þessu stigi. Því að þó að ég svo sem fyrir reynslu hef ekki mikla vonir það að þetta breytist, en fólk fær þá allavega möguleika að koma skoðunum sínum á framfæri. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur líða. Ég kemur upp og tek heils hugar undir margt af því sem kollegi minn Einar Brandsson nefnir hér í erindi sínu varðandi fundartímann. Ég var nú sjálf ekki búin að reka augun í þetta, en þetta örugglega erfiðari tími fyrir flesta að slíta jafnvel daginn í sundur eða ef þú ert kennari eða ef þú ert sem ert í rauninu bundinn kannski svolítið allan daginn eða búin að bara sitja fundi á þig frá morgni til kvölds, þá þetta ekki gott. En
Ég held að formaður ætti að reyna að athuga hvort það sé hægt að færa þetta eitthvað til. Ég stóð hér upp á fundi fyrir einum og hálfum mánuði síðan og við vorum að ræða einmitt úthlutun lóða. Við vorum líka að ræða þeim fundi skiptingu á lóðum hér í bænum, hvernig þetta væri fjölbýli einbýli og bæjarstjórinn var snar í snúningum og sendi okkur ágætis gögn þá, en ég ætla að koma hér upp og ýta enn frekar eftir þeim gögnum sem ég kallaði þá eftir. Og ég veit hann er ekki búinn að gleyma því. Hann er eflaust með þetta efst í bunkanum sínum og það var það að mig langar að sjá hvar við stöndum í samanburði við önnur svona kraga sveitarfélög, úthlutun lóða síðastliðin 3 ár. Hvar við stöndum í þessu samanborið við til dæmis Selfoss, Hveragerði, Ölfus, Reykjanesbæ, Hafnarfjörð og þau sem eru svona við Reykjavík. Ég vona svo heitt og innilega að við fáum þessi gögn. Ég veit að náttúrulega þarf að kalla eftir þessum gögnum frá þessum sveitarfélögum, en ég held að þetta sé gott að sjá að því að tilfinningin manns alveg að það hefur verið heilmikil uppbygging hér á Akranesi, en stöndust við samanburðin þegar við horfum í fjölda, af því að við vitum það að lóðaframboð hefur alls ekki verið mætt hér. Ítreka beiðni mína. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næsta málefnaskrá bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Ég ætla bara að koma hérna upp eins og fleiri hafa gert og lýsa bara yfir ánægju minni með þá tillögur sem skipulags- og umhverfisráð mælir með varðandi uppbyggingu á grundaskóla og endurhönnun. Hugað bara að mjög mörgu, mjög góðu, svo sem stoðrýmum og fleira. Við hér á Akranesi búum það vel að við getum státað okkur á framúrskarandi skólastarfi og húsnæði býr það ekkert til, en mikilvægt aðstæða styðji við það góða starf. En eins og var talað áðan þá byggingin 40 ára og nú erum við kannski með þessu líka svolítið að nútímavæðana og þar með líka bæta vonandi bara vinnuaðstæður barna og nemenda. Þannig að bara ég bíð spennt eftir þessu og hlakka til að sjá. Takk, takk. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu og næsta málefnaskrá bæjarfulltrúi Kristinn Helgi Sveinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að koma hérna upp og minnast frá umræðum deiliskipulagi í Kópavogi. Varðandi þessar umræður fjölgun og fækkun einbýlishúsa, fækkun fjölbýlishúsa, varðandi góða útsvarsgreiðendur, hvernig mælum við það? Hver mælikvarði bæjarfulltrúa Einars Brandssonar á góðum útsvarsgreiðenda? Er það efnahagur eða er það einhver sem er ekki, hvað maður að segja, hefur ekki stærsta hluta tekna sinna af fjármagnstekjum? Hvernig mælum við góða útsvarsgreiðendur í hverfum? Er það á hektara eins og hefur maður til jaðrakantfugla eða ánamaðka? Getum við sett okkur einhvern mælikvarða, er þetta reiknað út gæði útsvarsgreiðenda eftir hverfum
eða eftir húsagerðum. Ég svona eftir þessu fyrir mér út af þessum umræðum. En ég held að við séum að horfa á skipulagið þarna. Ég held að sé bara búið að vera svona trend í gerð skipulaga á Íslandi í undanfarna ár og áratugi að gera skipulag þannig að hverfi samanstandi af ólíkum húsagerðum. Einmitt akkurat til þess að það verði ekki til klasar af blokkum, klasar af einbýlishúsum eins og við sjáum hverfi hér og víðar. Þá held ég að þetta sé stefna sem að tekjum upp allavega hér að blanda ólíkum húsagerðum saman. Allavega ekki þannig að þetta sé langt á milli og þetta hverfi sé eingöngu með blokkum en annað eingöngu með fjölbýlishúsum. Takk fyrir. Kristinn Atli Sveinsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar G. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Það er smá hlýða. Það koma upp og bregðast aðeins við Einar Brandtssonar við lið 10. Deiliskipulag skógahverfi 3, 7 og 5. Ég held ég fari rétt með að í hverfinu, eins og þetta lítur núna, að þá sé 50 einbýlishús. Við þurfum, sem bæjarfélag, þá þurfum við að eiga allar gerðir af lóðum, helst. Við komum til með að eiga á Dalbrautarreið, stærri fjölbýlishúsalóðir með bílakjallara, eins verður stærsti hluti af Semmisvitnum fyrir þannig. Við að rísa núna við Semmisvitnum og Suðurgötu, einbýli og rað- og parhús, minni fjölbýli. Þannig húsnæði á líka eftir að rísa næst í aðalsbrautinni, seinna meir. Í skógahverfi 3 og 5. Það verður byggt upp af einbýlishúsum, rað- og parhúsum og minni fjölbýlishúsum. 2, 2 og 3 hæðir. Líkt og bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson kom inn á áðan að þá höfum við, og bæjarmyndin skoðuð hér og skipulag síðustu ára, að hafa menn verið að reyna að ná fram ákveðnum blöndum. Að það sé ákveðin blöndun í húsagerð og ákveðin blöndun í íbúð. Við vitum að í þessum nýju hverfum þar sem að rísa fjölbýlishús með litlum íbúðum, það mjög líklegt að þarna verði ungt fólk, ungt barnafólk. Við megum alls ekki horfa eingöngu til þess að við eigum stórar einbýlishúsalóðir. Við þurfum líka að eiga fjölbýlishúsalóðir vegna þess að við viljum halda í unga fólki og við viljum að unga fólki setjist hér að og byggi hér upp. Hvað varðar tímann á auglýsingafundinum, ég held að sé búið að pröfa allar tímasetningar frá morgun til kvölds. Það er alltaf einhver tími sem hentar ekki. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, þannig talið Reykjavík, hefur núna verið að halda sína kynningarfundir til dæmis á Teams kl. 12 og það hefur gefist mjög vel. Það hafa komið fleiri inn á þá fundi en hafa verið að mæta. Ég held að sé saman hvað tímasetning verður ofan hjá okkur á endanum, þá held ég sé líka sterkur leikur, allavega að pröfa það, halda þetta á Teams, því að ég trúi að þessu fleiri sem komi inn sem gerir sér endilega ferð í Tónberg eða frístundamiðstöðuna annað þar sem við erum að halda þetta. Við höfum haldið hérna fundi klukkan 5. Það hefur ekki hentað öllum. Við höfum haldið fundi klukkan 6, það hentar ekki barnafólki.
hvaða hóp eigum við að einblína á að hendi best? Eigum við að einblína á þann hóp sem að vinna yfir daginn, hefur ekki lausastund í hádeginu, mikilvægt að sá hópur komist en hópurinn til dæmis eins og segir barnafólk seinnikvartir sem hefur ekki möguleika að fara frá til þess að fara á fund. Ég held að þetta sé vel tilraunarvirði. Ég held að það sé mjög sterkur leikur eins og segja, að halda þetta á Teams. Það hafa fleiri möguleika komið. Við getum öll tengst í símanum, tölvunni eða spjaldtölvu eða öðru. Og kerfið er þannig sett upp að þeir sem sitja fundinn geta komið með spurningar og annað. Þannig að ég hef sitið nokkra svona kynningafundi og þetta er ekki vel mætt. Ég held að ef við skoðum fundagerðir síðustu ára þá sjáum við fundarins Einars Brandssonar af flestum, hann er mjög duglegur, bara mjög flott að hann mætir á flesta þessari kynningafundi. En þetta eru ekki vel sóttir fundir, því miður. Því að þarna er einmitt staðurinn til þess að koma fram athugasemdum og taka umræðina. En hvort að það sé rétt að við séum klukkan 12 eða 6, það held ég að sé mjög teygjanleg umræða og eins og segi, það er alltaf einhver tími sem hentar ekki einhverjum hópum. Takk fyrir. Fulltrúi Ragnar Geir Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Það er fulltrúi Einar Brandsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á líða. Bæjarfulltrúinn Kristinn Atli Sveinsson, hann kom með spurningu til mín það hvað ég teldi vera góður útsvarsgreiðandi eins og ég orðaði það. Ég held að það segir sig alveg sjálft að sá sem borgar útsvar og við borgum mörg okkar og flestir borgar nú útsvar sem betur fer. En það segir sig alveg sjálft að því hærri tekjur sem við höfum, launatekjur, að þá borgum við hærra útsvar og ég veit ekki af hverju þetta er eitthvað svona erfið umræða eða feimnismál að það segir sig alveg sjálft að bæjarfélag þarf tekjur og til þess að sé ákveðið jafnvægi í bænum að þá þurfum við alveg eins að laða að okkur góða útsvarsgreiðendur. Við erum að reyna að laða að okkur atvinnufyrirtæki og við höfum unnið vel í því að gera aðilum kleift að byggja hér upp húsnæði sem er hér á leigumarkaði undir kjörorðinu ódýrar leiguíbúðir og þannig búum við vel að ákveðnum hópi bæjarbúa. Við höfum undanfarið misseri núna hefur mesta uppbyggingin hjá okkur verið í litlum íbúðum. Það hentar bara ákveðnum einstaklingum og fjölskylduformum. Það er bara eitt besta mál, en við megum ekki vera feimin við það að segja það upphátt að við þurfum tekjur inn í sveitarfélaginu. Og við fáum tekjur af útsvarsgreiðendum og þá eigum við að reyna að laða fólk að sem hefur bara góðan tekjur og hefum ekki að skammast okkar fyrir það. Við erum að reyna að laða, eins og ég sagði áðan, til okkar atvinnufyrirtæki svo að fólk fái vinnu og hitt á að vera alveg jafn sjálfsagt. Og ég
mun áfram tala fyrir því og segja þetta alveg upphátt og skammast mín ekkert fyrir það. Hitt þar sem bæði bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson og Ragnar B. Sæmundsson kom inn á, og það þetta með svæðin, akkur erum við með blandaða byggð og akkur ekki. Við erum hér með í bænum. Undanfarin ár höfum við skipulagt svæðin okkar þannig að það sé blönduð byggð. Fjölbýlishús, rað og par og einbýlishús í bland og ég hef átt samræði við aðila sem eru kannski í einbýlis eða par og raðhúsi uppi blokkaríbúð og þeir eru rosalega ánægðir. Það sem fólk á efri hæðum, það hefur möguleika á að horfa yfir lóðina hjá þeim og margt af þessu fólki með afgirt svæði með heitum pottum og allavega og ég hef allavega heyrt óánægjuraddir með þetta og ég bara skil ekki. Akkur ekki hægt að hafa svæði sem eru bara einsleitar íbúðir á. Ég held að það sé ekkert síðra heldur en hitt. En ég held líka að við verðum, eins og ég sagði hér áðan, við verðum að hafa fyrir framan okkur. Það ekkert sem sagt að segja að það sé þetta mörg einbýlishús hér og þarna verið að fara að byggja einhver og við bara hafa þetta á blaði og svo þurfum við að koma okkur saman það. Hvernig viljum við hafa blöndu? Og við eigum ekki að útiloka það að hér geti sest að fólk sem vill búa í einbýlishúsum eða bara á raðhúsum. Og við verðum að hafa nægilegt framboð af þessum eignum. Það hefur vantað mikið upp á síðustu ár. Það var það fundin, ég skal alveg hlusta á það sem að formaður skipulags- og umhverfisráðs segir, Ragnar B. Sæmundsson, og það alveg tilraunar virði að breyta til. Og það getur vel verið að sé ákveðin svona hindrun hjá fólki að koma á stað og á fundi og fólk hafi það kannski þægilega að sitja heima og geta þá sent skriflega spurningu. Ég get alveg keypt þessi rök og skal alveg hlusta á það að þetta sé tilrauna virði, en ég held svona að tímasetningin sé samt sem áður ekki sú sem að sé heppilegust. En ég skal alveg éta það ofan í mig ef þessi fundur slær með, því að ég tek alveg undir það að þetta ekki fjölmennustu fundir sem við höfum haft, þó manni eftir einum, sem að við færðum úr þessum sal upp í sali í Grundarskóla. Það var á síðasta kjörtímabili og það var oft fullt hér þegar ákveðið málefni var rætt á síðasta kjörtímabili, en ég man bara eftir einum fundi á þessu kjörtímabili sem ég satt hérna og voru held ég einhverjar 10-15 manneskjur á þeim fundi og hann var hér. Þannig að við megum ekki gleyma því okkur ber skylda til þess að kynna þetta og hvort sem að mætir 1 eða 10 eða 20, þá getur vel verið að komi
góðar athugasemdir og við að huga að því að okkar bæjarbúar hafi þá þennan möguleika að koma og gera athugasemdir, en ekki vera að horfa á það í sjálfu sér að þetta séu hálfgagnslausir fundir af því að það mæta svo fáir. Einn getur alveg haft mikla skoðun. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og ekki fleiri mælendaskrá hjá mér. Bæjarfulltrúi Ragnar G. Sæmundsson biður orðið og fær. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég veit ekki hvort að bæjarfulltrúi Einar Brandsson hafi eitthvað misskilið mig, hvort það sé þá að vitna eitthvað annan bæjarfulltrúa hér, þeir sem talar að fundurinn sé ekki mikilvægir vegna þess að þessu fáir sem mæta. Þetta móti er mjög mikilvægir fund og hvert innlegg og hver sá sem kemur og tjáir sig, sú rödd er mjög mikilvæg. Bæjarfulltrúinn tala hér að við mættum ekki útiloka eitthvað lóð, ég held að sé enginn að útiloka eitt í neitt. Eins og ég kom inn á áðan þá er mjög mikilvægt að við eigum allar gerðir á lóðum. Einbýli, rað, parhús, fjölbýli, minni fjölbýli, stór fjölbýli. Með þessu erum við að vinna að því. Eins og kom inn á áðan þá erum við með Dalbrautarreit, Semisreit og Skógarberg, þá rúmast allir þessi byggingaforma á þessum svæðum. Einar Brandsson, bæjarfulltrúi Einar Brandsson nefndi hér 2 fundi áðan sem voru mjög vel sóttir. Ég held ég að þeir sótt að báða. Ég held bara mjög líklegt að hann sé annars vegar að vitna til fundi sem var Krókalón sem hófst hér en færðist til Grundarskóla og hins vegar fundin framtíð uppbyggingu HB Granda og Hausaþurrkun, sem var líka mjög vel sóttur. 2 stór hitamál og voru bara mjög upplýsandi og góðir fundir. Alveg eins og þessir fundir þar sem fáir sækja. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom líka inn á að fólk sem byggir nálægt blokkum og er inn í Ósó. Það væri búið að byggja skólpall og annað. Ég bý námynda við 4 blokkir sem þetta geti á einhver stað þar sem ég stend á pallinum hort á mig. Ég finn bara ekki fyrir nokkrum sköpunarhlut því að stend á pallinum mínu og mér er eiginlega nokk sama ef einhver hefur áhuga á að sjá mig þar þegar ég er að grilla eða annað. Það er bara vonandi skemmt í þeim. Eins og ég sagði núna áðan og sagt áður, ég held sér gott skipulag. Við erum að koma með allar húsagerðir. Þetta er blönduð byggð og þannig, það er byggð held ég sem flestir vilja sjá. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar G. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fær orðið til svo Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, búin að vera áhugaverðar umræður sem vera ágætt og hollt að minna okkur á það að við þurfum ekki að vera sammála og þurfum ekki að gera lítið úr skoðunum annar þegar við komum hér upp og ræðum málefni. Og Einar Brandsson sé á þessari skoðun þá er það hann, en það er ekki annar að koma kannski hér upp og tala hans skoðanu hér niður. Mér þykir það miður að formaður hafi gert það hér. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Ragnar G. Sæmundsson fær orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Það er sannarlega rétt að hafa allir rétt á sinni skoðun. Ég veit ekki hvað ég gerði lítið úr skoðun Einars. Og ég tala fyrir mig og ég held ég tala fyrir fleiri í meirihlutanum að það er óþolandi þegar bæjarfulltrúar koma yfir og túlka orðana. Æ ofan í æ. Ég sagði ekkert sem gerði lítið úr orðum bæjarfulltrúa Einar Brandssonar. Nákvæmlega ekkert. Ég ber virðingu fyrir öllum hans skoðunum
Við erum mjög oft ósammála, en líka mjög oft sammála. Og ég legg bara til að bæjarfulltrúar hætti að túlka orð mín, heldur leyfi mér að útskýra og ef að bæjarfulltrúar eiga ekki einhvað rétt bæjarfulltrúar, þeir telja svo, að þá talið við mig og ég skal útskýra málið. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust ef einhver vill grípa fundargerðir skipulags- það er enginn sem óskar eftir að taka til máls og látum við hér lokið þessari umræðu. Fundargerðirnar teljast og framlagðar, fundargerðir númer 199 og 200. 12. fundarliðir við málsnúmer 21.01.04 til fundargerðir skóla- og frístundaráðs, fundargerðir númer 162 frá 26. maí síðastliðnum og númer 163 frá 1. júní síðastliðnum er ekki lagðar fram. Og bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir Bárðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, að þetta bæjarfulltrúarnir sem á okkur hlýða. Ég ætla að rétta þess að minnast hérna fundargerð nr. 163 frá 1. júní síðastliðnum og þá er liðir 5 og 6. En þá sátum við í skóla- og frístundaráði fund með ungmennaráðinu. Þau komu þar inn á að ungmennaráðið kom inn á húsakostin í þorpinu sem þau finnst orðið töluvert þröngur, fjölbreytt starfsemi sem fer þar fram og finnst það bitna á starfi ungmenna sem eru 16 til 25 ára sem er starfsemi Hvíta hússins. Ungmennaráðið er bara mikilvæg málsvari ungs fólks á Akranesi og mikilvægt að við í bæjarstjórn eigum góðar umræðu og gott samstarf við ungmennaráðið og þetta er bara mjög góð ábending af því að þorpið þjónar í rauninni mjög breiðum aldurshópi núna og heldur út frístundastarfi fyrir breiðan hóp. Þannig að það er bara mjög gott að fá þessar ábendingar það þegar að ungmennin upplifa það að það sé orðið of þröngt sem er bara að bitna á starfinu. En við ákváðum sem sagt á fundinum að hittast aftur í júní og til að halda áfram umræðinni og skoða þá möguleika og lausnir í þeirri stöðu sem við erum í varðandi þorpið og ungmenna húsið, Hvíta húsið. Takk. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu, fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skóla- og frístundaráðs. Bæjarfulltrúi Kristján Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og það er svona hlýðar. Ég ætla bara að taka undir orð formanns skóla- og frístundaráðs varðandi þorpið. Ég held að þessi löngur tímabært að við tökum góðan snúning á húsakosti þorpsins og könnum þá möguleika eða og tækifæri sem í stöðunni varðandi það. Þannig að ég bara fagna því að einhver umræða þetta sé hafin og bara lýsa ánægju minni með það. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristján Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu, næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í framhaldi af því sem hér hefur verið nefnt varðandi ungmennahúsið, þá erum við ákveðin tækifæri fólkin í Dalbæk og Reyknum. Sjáum þjónustumiðstöðina passar mjög vel inn í það sem er á Reyknum. Við höfum fleiri húsnæði sem gætu komið til greina. Við erum með nákvæmlega sama fyrirkomulag. Ungmennahúsið gæti verið eitt af því. Og við erum með ópeinu við að skoða hluti, sérstaklega þegar við eigum valkosti. Og við höfum klárlega valkosti nú. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Kristján Hallur Sveinsson fer orðið, gjörðu svo vel.
forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir smá hliða. Ég bara lýsi bara mjög algjörlega sammála bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni varðandi þá möguleika sem við höfum á Dalbótarreit. Ég held að til dæmis reiturinn sem að N1 stendur á núna með og það sem með uppbyggingu fjölliðunar öðrum megin og síðan þá einhvers konar lausn fyrir ungmenni hinum megin að geti skapað alveg dásamlega stemningu með torgi á milli og alls konar skemmtilegheitum. Þetta er hugmynd sem að ég hef verið fylgjandi lengi að við skoðum það og það er skemmtilegt að minnast á að hún kom líka fram á fundi bæjarstjórnar unga fólksins, bæjarstjórnar fulltrúa þar, Helga Rafni, Bergþórssyni. Það er ánægjulegt að við horfum áfram og förum í einhverja umræðu og pælingar þarna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristján Atli Finnsson hefur lokið máli sínu. Það fleiri sem óskast að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það enginn sem kveður sér hljóðs og teljast þær þá framlagðar. Þessar tvær fundargerðir nr. 162 og 163. 13. fundarliður málsnúmer 2101-003, fundargerðin velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2021 og lögðu fram fundargerð nr. 155 frá fundi sem fram fór 2. júní síðastliðinn. Orðið lausn með þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst nú það framlagður. 14. fundarliður, málsnúmer 2101-117, fundargerðir og tilkynningar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Lögð fram fundargerð 30. og 7. landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 28. maí síðastliðnum og fundargerð stjórnar sambandsins nr. 898 frá 28. maí síðastliðnum. Og orðið laust þessar fundargerðir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fær orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem áhuga hlýða. Bara örstutt varðandi fundargerð sambandsins nr. 898 og svona varðandi þriðja liðinn kjaramálanefnd voru miklar umræður innan stjórn sambandsins og það sem að bæði svona sveitarfélög kannski lýstu kannski óánægju sinni með það að vera svolítið fjarri þessum umræðum þegar að kjaraviðræður eiga sér stað. Það var þá sérstaklega rætt að þegar að eru fundir í kjaramálaráðinu að þá yrði það sérstaklega upplýst samkvæmt eða meðfram fundargerðum sambandsins inn til sveitarfélaga. Þannig að sveitarfélög kannski upplifi ekki aftur þegar á að fara að semja nýja kjarasamninga eins og við tekum dæmi með leikskólakennara að sveitarfélög upplifðu og áttu svo illa á í rauninni þeirri hækkun sem að þeir kjarasamningar höfðu í för með sér og þeim breytingum sem að samningarnir höfðu inn í rekstur sveitarfélaga. Þannig ég vildi bara svona upplýsa ykkur það, þannig að vonandi verða að fá sveitarfélögin frekari gögn fundi kjaramála nefndar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir sambandsins? Svo er ekki. Þannig að fá þessar tvær fundargerðir hér með framlagðar. Fleira er ekki á dagskrá þessa fundar og næsti fundur bæjarstjórnar á loknu sumarleyfi verður á þriðjudag 24. ágúst næstkomandi eins og
eins og samþykkt var hér fyrir á fundinu. Ég þakka bæjarfulltrúum öllum fyrir samstarfið í vetur og óska ykkur öllum gleðilegs sumars og fjölskyldum ykkar og hlakka til að hitta ykkur aftur á loknu sumarleyfi. Undir slíka. Það er samt lokað fundur. Já, ég bara taka til. Fylgjareglum. Hvað var það? 3 að 4 eitthvað, mann ekki með það. Í kjaramálaráð, það. Jú, 3. Við eigum að Einar. Einar. Hversu? Já, ég býð eftir að fundurinn verið búinn í sjónvarpinu. Já.